Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðaradeildina. 8. tímabilið að hefjast og í rauninni hafið. Einn leikur búinn en það bara einn sjónvarpsleikur á þriðjudögum núna. Já. Best of 3 format. Það búið að breytast. Tölvöld mikið búið að breytast. Pingu. En velkomin Jón. Takk sömuleiðis. Takk. Já. Hátíðin að byrja. Herri, loksins maður. Já. Maður eiginlega búin að vera bara heima að bíða. Já, við bara búið til podcastu og bara draga upp einhverjar ályktanir og eitthvað skemmtilegt og Já. Núna getum við loksins horta á allt þetta gúmmilaði sem að byrja. Já, loksins. Og þú veist, hellingsbreytingar, best of 3 sem við ætlum að spila núna, bæði á þriðjudögum og fimmtudögum, einn leikur sem við sýnum frá. 2 í viku allavega, Já. en einn á dag. Erfitt að gera annars, þetta eru langir og strangir leikir en þetta er það sem að áhorfandinn vill út af því að það eru engar spurningar þegar þú lappar frá best of 3 seríu hvort liðið betra. Það er nefnilega málið. Það yfirleitt sá sem vinnur. Ég vona það. Já. Ég vona það svo innilega. Já. Þetta er gaman. Loksins að byrja og nóg framöndan. Já. Mér langaði svona rétt svo að minna á það líka að við erum með fast track mót fyrir neðrideildirnar núna á laugardaginn og endilega skrá ykkur í það og sunnudaginn loka síðan skráningin fyrir þessa áhugamannadeildir sem að fyrsta og niður. Við tveir erum í annarri deild. Herri, já. Ekki í sama liði en þú veist, við getum eitthvað í Counter-Strike þannig að við erum í annarri deildinni. Clash of Titans þannig, sko. Þetta verður eitthvað. Já. Kasturinn mætast. Algjörlega. Það hljómar ógeðslega. Já, nei, þetta fínt bara. Já, ok. Síðan líka CS mínimótið það niður í arena, það verður happy hour og það verður allt gúmmilega á einhverjum afslætti og eitthvað geggjað. Þannig að, það er svona allavega þessir 3 hluti sem ég vilti koma frá mér en ég held að það sé að engum vannbúnaði en að kíkja á liðin sem í deildinni út af því að það hefur breyst heldur mikið í gennum svona tíðina. Já, heldur mikið. Já, ef við bara kíkja, bara að gleðis. Já, spurning hvort að við fáum bara grafíkinu upp
og getum kynnt þetta fyrir ykkur hérna. Og hérna sjáum við stigatöfluna. Eins og við sjáum, þá Vega efstir í deildinni. Og sennilega bara fyrsta skipti í sögunni, sko. Ég held það. Þeir spiluðu að sjálfsögðu leik á móti Kano í gær. Já. Og já, síðan... Það var endur hörku leikur, Tómi, bara til að koma aðeins inn á það. Það var mjög góða leikur. Förum yfir það eftir smá. Síðan Höttur, Saga, Dusty, IA, Ravík, Þór, Venus og Ármann. En leikurinn sem við ætlum að sýna ykkur í kvöld hins vegar, og kannski fáum við bara dagskrána fyrir kannski bara vikuna upp og þá getum við sagt ykkur hvaða sjónvarpsleikir eru í boði fyrir ykkur sem að sitið heima eða hvað sem er. Yes, sir. Þór Saga verður í kvöld og síðan núna á fimmtudaginn Ármann IA. Já, þetta er leikinn sem við teljum allavega að við séu bestu leikir fyrir hennar. Já, við mistum samt að Vega Kano. Já, sko... Þú mistir ekki á hann? Nei, vissulega ekki. En sko, það hefði verið gaman að sýna frá þeim leik. Því að þetta var meiri leikur en ég átti nokkuð til að vona á. Já, ég var eiginlega búast við að Kano myndi bara rúlla yfir og já, þetta... Og já, sökkva. Já. Kano hins vegar... Beit frá sér í fyrsta mappi og við getum bara byrjað svona á því að fara bara örlítið yfir hann fyrst að við höfum alveg smá tíma til að tala um það. Kano sigra Dust 2 13-6. Það á meðal fyrirhálfleikur endar 6-6. 7. rauð frá Kano. Já, þetta var svona frekar dominant fyrsta mapp frá Kano og ég alveg svona, ok, þetta er frá 2-0. Einmitt. Og síðan fyrir við rakleiðis yfir í Núk sem að Kano völdu. Já, rétt. Held ég alveg på, já. Og þar snýrist þetta við og rétt rúmlega. Því að þar var, sko Vega var ekkert á svæðinu. Það var Furious, Bjarni og Vírus. Já. Þeir voru 3 og server. That's it. Bjarna-additioni í Vega að koma skemmtilega vel inn. Já, það er svona skemmtilega viðbót þar. Að sjá Bjarna einhvern veginn inn í þetta line-up. Það kannski vantaði inngemlítur. Já, ég tók örlítið tala á Vírus eftir leikinn og óskonum til hamingju, náttúrulega opna leikurinn í sísonu, þannig að gaman að spjalla við menn eftir og hann var að tala um það allavega að sko ekki bara það þegar að njóta sín mjög mikið að spila með Bjarna, heldur hann að koma inn með smá orku. Já. Hann hefur náttúrulega verið þekktur sem svona pinku hothead. Já, mjögulega. En þú gætir ekki verið í betri klefa heldur en í Vega-klefanum, sko. Ég nema kannski í byrjun sísons í fyrra. Það hefur getað verið í kannski öllum öðrum klefum sem voru betri. Já, það var út af því að Míndigrís var í liðinu, sko. Við getum bara sagt það hreint út. Já. Klefinn var í mólum bara síðan leið og hann fór í burtu og Pjakkur kemur inn sem var náttúrulega kókasturinn þinn ásamt Vargi í gær. Helviti hress. Herri, já, það klikkar ekki hans í hress einhvern veginn, sko. Það er alveg óþólandi hress, sko. Já. En já, þetta skemmtilegt audition að fá Bjarna inn í þetta line-up. Svona viðbótið sem að vissi ekki að þið þurftu. Já, og náttúrulega Stjáni Guli líka. Já, alveg. Hann var svo sem ekkert eitthvað spes í Núk en þeir náttúrulega sigrað þann leik. En hann byrjaði að snúa hlutunum við í senasta mappinu sem var Vertigo. Já, og djúrið það ljótt mappmaður. Það er hræðilegt. Það er ekki horfandi á þetta. Nei, þú veist, og ég býst ekki rosalega mikið við því, og ég bjóst ekki einu svona við því í þessari seríu, sko. Ég veit að Vega spilaði eitthvað, en mér fannst Vega einhvern veginn alltaf vera með stjórnvölinn í Vertigo þrátt fyrir að vera undir í alveg smá tíma, sko. Já, en síðan á samanskapið var ég veit ekki Vertigo í dag, ég hef ekkert spilað eftir breytingar, ég bara viðurkenni það fúslega, ég bara instabanna það þegar það kemur upp. Já. Ég bara ekkert spila, en þú veist, CT termap í dag, ég veit það ekki. Það er náttúrulega búst á krana til að sjá inn á bara miðjuna og mér finnst þetta ekki skemmtilegt svona gameplay til að horfa á, ég skal bara alveg viðurkenna fúslega, en ég ætla að henda samt einu út í kosmosið og svona fyrst að við erum ekki að sýna þarna frá öllum leikjum og þökkum við kærlega fyrir bara öllum sem ætla að taka þetta að sér í gegnum svona leiktíðina að taka mótin og sérstaklega shoutout á LB sem tók náttúrulega streymið í gær. Algjörlega. Ég horfði á Varg, en það er líka bara allt í lagi, við vorum að hlusta á Ella í bakgrunnum og mér langaði að kvóta Varg. Já. Blikk er eins og hestur með plötur. Já. Já. Ég kannski þarf að spyrja hann út í hvað það þýðir nákvæmlega, en... Þegar ég heyrði þetta, það var svona Armar,
Hvað ertu gamall? Þetta var mjög áhugaverð setning, sko. Það var gert mikið grín á honum. Já, því að þetta voru texanir þegar hann var ungur, sko. Já. Voru það hestar með svona blind. Ég skal viðurkenna það fúslega að ég hló pingu af þessu. Mér fannst það mjög gaman. Þannig ég ætla að ákveða það, ég ætla að reyna að grípa svona nokkra hluti úr útsendingum sem ég er að horfa á því að sjálfsögðu við þurfum að fylgjast með líka því þetta er deildin okkar og þannig við getum svona aðeins fjalla betur því að við vorum náttúrulega rosalega vel mannaðir að geta hort okkur einasta leik bara í þráðbeinni. Nú tökum við þetta bara á streymum eða demóm. Algjörlega. Það verður nóg til að horfa allavega. Það vantar ekki. Já, bara tvímælalaust. Nammi. Þá ætlum við bara að vinda okkur í leik kvöldsins og þetta er svona fyrsti útsendingaleikur og ég held að við höfum valið skemmtilegan leik hérna. Já, sko vissulega held ég að þetta verði hörku helvitis leikur. Ef við að byrjum á Þór. Byrjum við heimaliðið. Byrjum á Þór. Line-up hér. Aðeins búið að breyta sinni fyrra. Já. Þetta eru þeir Dabbi, Tony, Pandas. Elska. Peter og Rafle. Já. Það er áhugaverð breyting, sko. Já. Rafle og Pandas komnir inn í Þór. Já, náttúrulega eru reknir hætta í Dusty og Dusty line-upið með örlíti öðruvísi brag og ef við fyrir að vita eitthvað meira það þá kíkið bara raklis á frakkið og tekkið á því út af því að við fjöllum gríðarlega vel þetta. Já, algjörlega. Það sem við þurfum samt sérstaklega að minnast á er að þetta line-up eiginlega nákvæmlega í þessari mynd mínus Alle plus Tony var að spila á háringinum. Já, það er nefnilega málið. Og héti þar Salvador eftir okkar allar besta Tony. Já, skemmtilegt að Salvador fái Salvador inn og eftirnefna þess náttúrulega Antonio Salvador fyrir þá sem ekki vita. Nákvæmlega. Sko, það er eitt sem að ég verð samt að segja að við spáum báðir Þór sigri á regular season. Já, algjörlega. Þannig að þetta ætti að vera sigur fyrir menn eins og Peter sem hefur bara verið að mínu mati heilt yfir eitt besti leikmaður Íslands í bara langan tíma. Þetta er svona milli Þorsteins F og Peter. Já, ég bara top 3 Peter bara auðveldlega, sko. Auðveldlega. Já, og við erum að fá eiginlega bara staðfest line-upi hérna. Það er Dabbi, Tony, Pandas, Peter, Rafle. Eitt, sko, alltaf því ég tala Pandas núna, þá er ég byrjar að hugsa söguna sem að Jói Shine sagði okkur. Já. Þetta er bara ein besta saga. Ég ætla ekki að endurtaka hana hérna. Þið verðið að hlusta á podcastið og því að þetta er ekki húsum hæft, sko. Nei. Það er ástæðan fyrir því að svona menn eru svona klefagaurar. Já, algjörlega. Halda klefanum góðum og upphefja menn og ég held að það sé bara fínt fyrir þetta lið að hafa mann eins og Pandas. Það er bara öllið gott að ég hafa einn Pandas. Það er bara nákvæmlega svoleiðis. Já, eiginlega. Það er bara nákvæmlega þannig. Já, en algjörlega. Annar maður sem er langað að stikla á er Rafle. Akkurat. Kemur inn fyrir alla í dag. Já. Alli náttúrulega spila vappan hjá Þór og það gerir Rafle líka. Það verður gaman að sjá hvort að hann á að fylla upp í þau fótspor. Sko, eitt sem við tölum á seinustu leiktíð að sjálfsögðu þegar við vorum að horfa á Dusty leikina við vorum mjög krítiskir á Rafle. Já. Og við vorum í rauninni bara ekkert seldir á honum sem eitthvað manni sem átt að vera í þessu line-upi. Nei, bara eiginlega alls ekki, sko. Ég er miklu seldar á honum ekki bara eftir fraggmótið sem við heldum, heldur líka háringin. Já, hann var að setja upp alvöru tölur í báðum þeim mótum og hendi svona einum vel hörðum sokki í okkur báða, sko. Já, tvímælalaust og það er líka bara... Betur fyrr. Já, þetta er það sem við viljum. Eitt sem menn gleyma oft er að ef við erum að kalla ykkur út, koma með svar. Algjörlega. Og það er ekkert betra svar heldur en að henda í 30 bombu á móti einhverju frábæru liði og segja bara, já, voru það að horfa það? Það er nefnilega svo leið, sko. Við skulum bara rakleiðis fara þá í sögu og það hafa einnig óvæntar breytingar átt í stað þar. Já, algjörlega. Lið sögu er sem stendur ADHD, Dóm, Solo og Tæt. Já. Og út fer Sörk.
og inn kemur Wizard. Já. Wizard náttúrulega var í þessu line-upi. Sveik þá. Fyrir langalöngu. Sveik þá og fór. Það er rýtingurinn. Já. Það verið að rífa hann úr bækinu núna. Já. Og vonaði séu vinnir ennþá. Já, ég er bara smá gaman. Já, það er samt að missa Sörk úr þessu line-upi, Tómi. Það er bitið, sko. Þetta er svo að missa Varg úr Ármann. Já, ég er sammálaðir þar og ég meina, þegar við vorum að fara yfir listan og segja að þú veist besti vesti, Sörk var bestur í þessu liði og mér fannst hann vera púslið sem púslaði þessu saman og þetta var þeir lið á meðan við horfum kannski á Wizard og þú veist, hann hefur verið rosalega mikið þekktur fyrir að ofkaupa í deglukaupunum til dæmis, rosalega oft og það bitnar á rifflarándunum hjá þeim og það gæti vel verið að það væri niðurstaðan hérna. Ótrúlega hæfileikaríkur leikmaður en það er engan veginn einn á móti einum að fá Wizard inn fyrir Sörk því að ég held að þetta reynir miklu meira á strúktúrinn í liðinu og ég held að sko ADHD var bilað mikið að taka opnunarpikk á senasta sísoni og Solo þarf ennþá meira að vinna fyrir entríinu sínum koma Wizard í einhverja stöðu því að þeir geti ekki verið að nota endalaust leitaránd. Nákvæmlega og ég veit ekki, þetta verður áhugavert, mjög svo áhugavert að sjá hvernig þetta lið mun núna spila þegar besta leikmanni vantar. Ég ætla að leyfa mér að segja að þetta er bara besti leikmaðurinn sem var í þessu liði. Sammála. Wizard verður bara að taka stóra skrefið og henda sig í Buffalo skóna bara og vera maðurinn. Sko. Ekki það að við séum að segja að Wizard sé lélegur og ég ætla bara að taka það fram alveg klárt. Hann er einn af betri leikmönnum í deildinni hverju sinni en það var eitthvað við söguliði. Þeir hittu bara line-up sem virkaði og þegar þú brýtur það upp þá er það alltaf spurningamerki. Já, en samt að leyfa mér að halda að þeir muni halda einhvern veginn í svipaðan damp og var. Já. Og því að Wizard var í þessu lið og hann er búinn að spila svo mikið með öllum. Þú veist, í rauninni vantar bara annar maður detti út, þú veist, gefum okkur að Solo og með að Tæt detti út og Skún kom inn. Það var það bara í gamla liði. Það var í litla. Eitt sem ég langar líka að stikla á er, sko, þetta er sénsinn fyrir Þór að hefna fyrir stórmeistaramótið því að eins og menn mundu eftir Saga skellti Þór í stórmeistaramótinu, fór í úrslitaleikum mótið Östi og skítapaði. Hérna geta Þór bara komið tilbaka og sýnt að þetta var bara í alvörinni flúk. Menn voru með hristningin bara hérna á lani og bara gerum þetta online og ekkert mál. Við erum konum við vítóið hins vegar. Já, vítóið mætt. Það er nákvæmlega svoleiðis og Tómi, þetta er áhugavert. Þú rennaði yfir þetta? Já, þeir sem að sitja heima, þeir fáið ekki upp grafíka þessu sinni. Já, skiptir einu máli, ég er með svo góða rödd. Þetta er allt í góðu. Fyrsta bann er Þór, þeir banna Ancient, Tómi. Áhugavert bann þar svo sem kemur ekki mikið óvart. Saga banna Inferno á móti. Það kemur ekkert óvart. Ekki neitt. Eftir síðasta tímabil á Þór og Inferno, Guð blessi fólk sem fer með þeim í Inferno. Já, bara Peter, bara eiga stórleiki alltaf. Fyrsta pick, þetta er formatið þannig að þetta er bann per lið, síðan pick, bann og decider map. Já. Mjög þægilegt. Þór, þeir ætla að pikka Anubis, við byrjum þar. Næsta map sem er pikkað af sögu, Dust 2. Af hverju kemur það mér ekkert óvart? Sko, ég er hræddur 2-0 hérna, núna. Aha, já. Ok. En gefum okkur að þetta verði í þriðja map. Þór banna Vertigo sem betur fyrir alla. Bæði okkur og þá sem heima sitja og Saga banna Mirage. Þannig að Núk er decider ef við þess þurfum. Já. Við erum síðan bara tilbúin að kíkja inn í leik bara þegar að það er tilbúið en bara örlítið til að stimpla á þessu. Það er Anubis og við byrjum þar. Síðan förum við í þetta Dust 2 en sko ég var einhvern veginn að búast við að það myndi koma Núk fyrir í þessari seríu því að ég held að við séum ekkert að fara í Núk. Það verður strempið allavega að koma þessi Núk miðað við að Saga eru nýbúnir að missa leikmann úr liðinu. Gæti orðið vesen.
Já, og það er líka leikmaður sem að yfirleitt performaði, en það er spurning líka vegna þess að Anubis hefur verið bara príðis gott mapp fyrir allavega Þór Kjarnan sem var, þá þetta gæti verið ansi erfitt í Dust 2 vegna þess að þar kemur eitt wildcard í lánerinum innan gæsalappa í Rafle sem að hefur verið frábær í Dust 2. Þetta verður mjög áhugavert. Manstu eftir Þór Saga-leiknum í fyrra í Anubis? Vá, nei. Það var leikur. Var það ekki bara 5 og 10 eða eitthvað? Jú, það er rétt hjá þér. Þá var ég svona, já, það er eitthvað öðruvísi við þetta Saga-lið. Þeir eru með einhvern alvöru... Já, Súvu mögulega. Já, hann var að spila þá. En, þetta... Það verður gaman að sjá hvort að Vizard geti stigið þau fótspor og fyllt á sko. Já. Nei, ég held ekki. Og við skulum muna það líka að ein af uppáhaldsstöðunum hjá Peter er einmitt í Anubis, þar sem hann að spila þetta mitt og nærauðlítið að koma með þessi fast rotate, bæði yfir og æð, spila droppið og er mjög lúmskur þegar kemur að því að koma sér inn í einhverja glufur í gegnum miðjuna. Dífölda líka termein þar, en síðan getum við ekki gleymt því að margir af sterkustu leikjum hjá til dæmis Pandas hefur verið í Anubis. Þannig að við erum, ég er aðeins að hallast þetta að því að Þór séu með bara ágætis mappúl þrátt fyrir að náttúrulega þetta sé lið sem er ekki búið að vera rosalega lengi standandi og ég efast að sé að prakka á fullu. Já, ég veit, nei, ég heila trúi því ekki, sko. Hvort liðið heldur að sé búið að spila meira? Þór. Já. Það er bara 100%, sko. Já, ég sá Pandas online í gær bara með vargi, sko. Bara eftir að hafa búin að taka 1 best og 3, þá bara henda sér beint á face-it. Já, sjálfsög. En þetta verður áhugavert. Talandi Peter eins og í miðjunni. Já. Þegar kom í spjall til okkar. Já. Þá talaði ég hvað hann ætti auðvelt með að ferla fólk í genið smók. Að finna kill í genið smók í miðjunni. Anubis til dæmis. Einmitt. Þannig Peter, hvernig ferði það þessu? Svo svarið var það einfaldast það í heimi. Hætti að vera á svona augljósum stöðum. Já. Við meina hann bara skýtur ekki henni smókin. Fyrir þá sem ekki hafa spilað CS2 og hafa bara prófað CSGO, getur þið búið til kat í smókin með að skjóti hann. Þá er ansi auðvitað að komast það í hvar og ert og þá spreyja niður. Já, það er nefnilega málið. Líka Peter er bara einhvern veginn þannig gaur að hann finnur svo klikkar tímasetningar, sérstaklega í miðunni sem Terri eða eitthvað. Það er bara ótrúlega fallegt einhvern veginn að horfa á þetta, sko. Mér finnst þetta að vera augljósasti maður sem ætti að spila rotate hlutverk eiginlega allstaðar. Já. Bara allstaðar. Já, hann er sirka bát, sko. Hann er eiginlega alltaf með riffil nema þarna flúkdótið sem gerist eitthvað í fyrra og það var bara, við tölum ekki svona það, sko. Það er gott að hann sé ekki með vappan allavega lengur. Já, bara gefðu raflegan og farðu bara riffil, þú geggjaður þar. Já. En síðan, ef við stimplum örlítið á sögu, ADHD hefur ekkert verið ófeimin við til dæmis að reyna við opnanir í rauninni bara allstaðar á mappinu. Nei. Og þá er við þá sérstaklega í Anubis sem er fyrsta mappið. Já. Það er bara, nú ætla ég að setja spurningaverki við spilatíman á ADHD. Já. Ég veit að hann er ekkert búinn að spila neitt brjálæðislega mikið. Síðustu vikur, mánuði mögulega. Þannig að, ég veit ekki, ég verði að kalla bara eftir, smá standard hérna, sko. 100%. Nei, ekki. Og það er eiginlega bara nákvæmlega sem við þurfum að sjá í senunni. Já. Skemmt þetta á minnir á standard, út af því að eitt sem við náttúrulega vorum að tala í þættinum okkar mjög mikið heldur að standardin hækki þegar við minnkum deildin aftur niður í 8 lið? Já. Og það er kannski fínt að minnast bara á það hér og nú. Já. Deildin eftir þetta tímabil mun minnka niður í 8 lið úr 10. Já. Það falla þá 2 lið beint niður. 2 lið beint niður og 2 í umspil. Já. 10. og 9. fara beint niður í fyrstu deild. Já. Og koma engin lið upp í staðinn fyrir þau. Bara hafa það alveg á hreinu. Nei, en 1 og 2 í fyrstu deildinni fara í umspil við 7. og 8. sæti. Já, þannig að, þú veist bara, hold your horses, people.
það er bara nákvæmlega hannig. Já. En þetta gefur allan að, þetta er eitt sem að mér finnst gott, út af því að þegar við lítum yfir allt tímabilið, og þetta er styttra tímabil. Við endum tímabilið svona miðbik, minnir með nóvember eitthvað svoleiðis, ég er ekki með... Í lok nóvember held ég. Þá er, það er það sem ég ætla að koma inn á. Þetta eru 9 leikir. Já. Þú spilar 1 leik, eina best of 3 seríu við hvert einasta lið. Síðan fara topp 8 liðin í 8 liða bracket upp á deildarmeistara. Yes sir. Þannig að það er bara, það útklárar þetta leið. Þetta var eitt eðalega skemmtilegt sko. Ætlum við endur úr best of 5 eða? Það væri litla. Já, væri það sko. Já. Við þurfum að ákveða það bara ASAP sko. Ég reyndar elska best of 5 á réttum momentum. Já, það væri kannski betra að geyma það bara fyrir stórmeistara. Já. Ég hugsa það. Það er náttúrulega eftir, ef að fara bara yfir svona dagskránu einhvern veginn. Herra, já, svona gróflega. Já, fyrst að við erum að bíða til server og hérna, það er allt eitthvað í einhverju voli. Já, það er náttúrulega fyrsta útsendingu. Já, þetta eru byrjunörlingar, það er ekki eins og við höfum ekki sitið í klukkutími saman að spjalla. Það er bara hannig. En síðan eftir sem sagt jólin, þetta endar. Kynum jólin, já, jólin bara. Já, það ekki bara. Já, það ekki bara. Jú, já. Síðan eitthvað desembermótana, einhverju fragbræður að halda eitthvað mót. Það verður eitthvað lítið mót, eitthvað svona. Stútfull dagskrá. Já. En síðan eftir jólin, þá er sko þarna... Þá byrjar þetta. Já, þá byrjar þetta aftur í Rísi sko. Já. Þá verður eitt mót, eitthvað lítið mótana, eitthvað. Já. Það er flott. Það er hún stikla rosalega stóru hérna. Rosalega stóru. Þar eru sko Reykjavíkuleikarnir. Og síðan er stórmeistaramótið þarna sem sagt í mars-apríl. Og þar að sjálfsögðu getum við gefið þessa dagskrá út einhvern mann við hæfi. En svona til að stikla algjörlega stóri, þá erum við búin að halda svona svipari lengd á skedjólinu heilt yfir árið, en síðan eru minnimót sem ég er mjög hrifinn af. Því að við vorum með þetta format einu sinni og hörum við síðan frá því og hérna núna er örlítið að dæla í að hafa minnimót, þar leiðandi, fyrst þetta eru bara 9 best of 3 pluss einhver úrslitakeppni þarna, þá sjáum við miklu hraðari róteringar og það er bara mjög áhugavert fyrir sinna í rauninni, því að eftir þetta mót hérna sem endar í nóvember, þá þetta 2 liðir, boom, farin, gone. Þannig að þú hefur 9 best of 3 seríur, 8 át Kano. Til að sanna þig. Til að sanna þig. Ég múin að glemma þig. Já. Kano situr sett á botninum eftir að tapa á móti Vega í gerð. Það uppsett. Samt, þú veist, þegar við vorum að powerranka liðin, þá settum við á... Þú settir Vega fyrir ofan Kano, ég setti Vega fyrir neðan Kano. Þannig að þetta er uppsett á mínum skala en ekki þínum. Samt þetta var svona á milli sko. Já. Þetta var mjög close. Mjög mjótt á munum og ég held að mjög margir leikir muni fara í third map á milli svona tæpra liða. Já. Þú sérð augljósa yfirburði þegar þetta er 2-0 sería, þú veist, annar liðið vinnur báða og það er bara allt í lagi, skilur við. Við sáum þetta á heilum skala yfir heilt mót, það sem að þetta var best of 2, þannig séð, en í best of 3 sinunni þá verður clear sigurvegari. Ef að henda í predictionu okkar hérna og ég lesa það upp, þylja þetta upp. Það ætla að taka mitt fyrst eða þitt. Alveg sama, þú ræður. Taktu þitt bara. Taka mitt fyrst. Já, það er ekki alveg skemmtilegt þetta. Við powerrankum þetta. Getum við fengið kannski bara stöðutöflun upp til að... Já, ég væri til í að fá stöðutöflun upp, þannig að við getum aðeins svona bent á og verið eitthvað alveg gjörsamlega leiðileg, sko. Ok, ég ætla að taka þetta bottom to top. Bottom to top, ok, fíla. Ég spái Venus 10. sæti. Já. Þar á eftir Rafík og í 8. sæti IA, 7. sæti Vega, 7. sæti Kano, 5. sæti Saga, 4. sæti Ármann, 3. sæti Höttur, 2. sæti Dusty, 1. sæti Þór. Á ég taka þitt? Já, ég á með mjög keimlíkt, en þú getur alltaf að byrja á toppinu með að bottom aftur. Þú ræður? Taktu bottom líka. Taka bottomi. Þú spáir Venus 10. sæti. Já. 9. sæti IA. Já. 8. sæti Rafík,
Rafík. Ég held að Ravík Ía Ravík, matchupið já. verði mjög skemmtilegt. Já, það eru yfirgnæfandi líkur á því. Út af því að ef þú pælir bara svona í historical aspektun í því, Já. þú veist, þetta er Akranes móti Reykjanesskaganum og það í svona sögunni hefur verið ógeðslega sterkir staðir counterstræklega séð. Algjörlega. Þetta verður mjög áhugavert. Ég var komið inn á hvað? 8. sæti Rafík, 7. sæti Kano, 7. sæti Vega, 5. sæti Ármann, 4. sæti Saga, 3. sæti Höttur, Dusty og Þór. Já. Við erum með þetta mjög svipað. Mjög svipað. Já. En við erum báðir með Venus og nei, þú spáðir Ía örlítið ofar. Já, ég spáði 8. sæti og Rafík 9. Já. Ég get ekki sagt þetta venjulega. Rafík. Rafík. Er þetta Ravík? Rafík. Þetta verður að nýja hjá mér. Rafík. Í staðan fyrir Bleik. Já, Bleik. Já, einhver hyperkötta þetta einhvern mann svona mörg saman, þannig að það komur svona mistökin hjá breiða Blik. Bleik. Ég byrjaði bara að kalla á Blika. Þú bara signaði þig alltaf þegar þú fréttir að Blikar verið hættir í deildin. Já, sem betur verið, þetta er eitthvað fallegt við það. Þú ert ekki að fara að klikka á Vega? Nei, Vega. Sem er náttúrulega gamli Breiðabliks kjarnin. Já, algjörlega. Ástæðan af hverju við erum ennþá að tala hér í myndi er að við erum að býja að server komi upp. Nei. Ég er bara að uppfæra fólkið. Já. Þannig að... Já, er komin tími? Já, við erum kortir yfir. Já, tæplega. Það er bara þannig. Spurning hvort við fáum eitthvað update á því einmitt, hvort að það sé að fara að komast í lag á næstu grösum eða ekki. Þetta er að gerast. Þetta er að gerast, ok. Þá skulum við bara stimpla örlítið á, það er annar leikur sem er að eiga sér stað í kvöld líka. Já, það var Höttur á móti Ravík. Þetta verður í alvörinni vandamál. Ég veit að ég finn lyktina. Já, ég líka. Já. Ég er að fara heim og eftir. Ravík. Þú spáðið 3. sæti, ég spáðið 3. sæti. Ég held að þetta line-up verði ábyggilega spútningliði í ár. Því að þetta er náttúrulega, basically bara kjarnin á öðru liði sem var að spila, en við sáum rosalega breytingar á þessu liði gerast svona eftir tímabili í fragmótinu, á háringinum, þrátt fyrir að það sé aðeins öðruvísi line-up, að ég held að ég sé bara samfærður á þessu liði. Já. Kannski að maður renni yfir það bara svona af því bara. Ravík. Það er Snowy, Tóker, Dr. Jóli, Sein og Ninja Dog. Dr. Jóli, já. Í Ravík. Já. Og Höttur, það er Viktor, Mozart, Clever, Seni og Blaster. Já. Ég seldur á það, ég veit ekki hérna. Var ekki Brian líka þarna? Brian er á bekknum ásamt Chris. Retake-stjörnunni. Retake-stjörnan. Já. Þegar við tökum leik með þeim þá útskrifum við af hverju þetta var svo skemmtilegt. Já, það er nákvæmlega þannig. En það sem er mjög skemmtilegt við þetta lið, sko, ef við stimplum aðeins á því, er að Ravík, þeir komu upp á fyrstdeildinu núna, þeir eru senasta liði sem að komst upp og hafa verið að gera ansi góða hluti á leikmönnum sem að eru kannski ekki droslega þekktir, en hafa verið viðlóðinu við síðuna rosalega lengi. Já, nefnilega. Þetta eru ekki droslega þekkt nöfn. Þekktasta nafnið að þeir Snowy. Já, og það reyndar á 7. manna niðra. Sem instant. Já, reyndar, það er náttúrulega bara einn. Það er sleggja. Það er fallbyssa. Það er sleggja, sko. Það er bara nákvæmlega svo leiðis. En Snowy, Tóker, Dr. Jóli, Sein og Ninja Dog. Já. Fyrir 2 árum hefði ég aldrei sagt, já, þessi ykkur úrvals. Nei, en þeir unnuð sig svo mikið fyrir þessu. Áttu líka frábæra innkomaðan í stórmeistaramótinu seinast, það sem þeir voru bara mjög sterkir. Bara komið öllum óvart, öllum. Já. Það er meðal okkur. Ég talaði mjög hátt þá. Hélt að þetta yrði bara, að þeir myndu enda í svona miðjumóðinu. Ég hélt það undir lok síðasta stórmeistaramót sem mættur á hringinn. Þið komist í topp 8, var það ekki? Nei, ég held ekki. Féll út í 16? Nokkuð viss. Já.
þessi server virkaði ekki, eru að fá í eyrun, þeir eru að prófa næsta. Þannig að við hittum bara á server sem virkar. Já, þú veist, nóg til á server. Það er bara húleið. Hlýtur að vera. Það er bara, henda á eitt bara. Já, ekki bara. Ekki. Sér okkur á Faceit bara. Já. Ekki. Bara kjú upp. Sjá hvort það mæti hvort varum. Nákvæmlega. Eigum við vítóið í Ravík höttur? Það gæti verið að við getum kallað. Getum við fengið bara hvernig möppin er í þeirri seríu? Það væri gaman að vita. Það væri gaman. Ef þú myndir, ef þú þarf bara að giska núna, hvað myndir þú segja? Anubis pick af höttur. Anubis, höttur. Ég veit ekki, ég er ekki Ravík. Þeir eru svona vertigókurar. Nei. Ekki? Þeir eru Núk. Það er máli. Ok, Núk. Og Decider Mirage. Það væri mistök að hleypa því í gegn. Ég get alveg trú að eitthvað þess áttina á þess að vita nákvæmlega hvernig Ravík er að vítóa. Ég segi Anubis, Núk, Dust 2. Dust 2, já, ég hugsaði það fyrst, sko. Já. En mér langar fyrir svo mikið meira að sjá Mirage. Við skulum hafa það á kristaltæru. Þú ert mjög mikill höttur maður, því þetta er náttúrulega... Hattsmaður. Já. Yes. Hattur og fattur. Þetta er Anna. Já. Hattari. Já. Hættu, ok, halda áfram. Þú ert náttúrulega á þeirra vagni. Já. Þetta er náttúrulega lið sem að þú ert aldrei viðloðin við. Varst náttúrulega með nokkrum af þessum leikmönnum í liði sjálfur og þekkit aldrei mikið inn á mappúlu þeirra. Já. Ef þú myndir þekkja þetta lið, var að fara að mæta það með server, er þetta ekki fyrsta bannið þitt? Ekki mitt, en flestum öðrum liðum, jú. Já. Ef að ég væri að mæta hött sem Venus, fyrsta bann væri Mirage. Geta þér punishpickað refsað öðrum liðum fyrir að banna það ekki sem first pick? Já. Nei, first bann. Já. Ég hugsa það. Ég hugsa að Mirage sé þannig mapp fyrir... það er reyndar Clever eitt rosalega seldur á Mirage. Sem er aldrei skrítið út af því að þetta er mjög góður Mirage spilari. Ja, hann er B bara Hodor, sko. Já. Hodor. Eitt sem er áhugavert samt við það er að Clever, hann gæti þurft að pússa eins meira eða joina bara shortið meira og fæta þar. Já. Það er alltaf svona New Age-ið í Mirage. Já. En fyrir utan það, þeir eru með sleggjur í hverju einasta hlutverki þarna. Já, ég hugsa að Mirage sé akkurat þetta mapp sem að fólk vill banna. Já, við erum komið með þetta. Er það málið? Ok. Já, Ravík banna Mirage. Fyrsta bann. Já, Vertigo banna af Hetti, Pick Inferno af Ravík sem að er, já, ég sé það alveg. Já. Þú veist, þetta er tactical map. Já, og þeir eru líka, þetta eru gamlir spilarar, allir nema 2. Já. Þannig að, já, make a sense. Mér finnst líka að Inferno hatrið er að minka, ég held að Vertigo hatrið sé orðið bara gríðarlegt. Það er mainstream, sko. Það er mainstream, sko. Síðan er Ancient pick af Hetti. Það er áhugavert. Já. En ég meina, alveg tilbúinir að flóta Núk, ekkert endilega seldir á það, tilbúinir að flóta Dust 2. Já. Og sem, já, eftir. Áhugavert. Ravík bannað Dust 2, Núk er bannað af Hetti og Decider er Anubis. Þetta mappúl, mér finnst að favora hött örlítið, sérstaklega út af því að þegar ég er að horfa til dæmis á menn sem að stjórna leikinum. Þetta er pingu leikstjórnandi eins og Mozart er með vappanum að hún finnst rosalega gaman að spila miðjuna og flóta bara út allt mappið. Og hann refsa liðum alveg svakalega. Já, þetta er, þegar ég er að horfa á þetta vídeó bara eitthvað núna, mér finnst þess að það sé bara ógeðslega fair vídeó fyrir hæðilið, sko. Já, ég meina... Hvorugt var að vinna vídeóið hérna, sko, hugsa ég. Eins og við vorum að tala höfum talað Inferno svona í fortíðinni, þetta er mappið sem þú pikkar til að stjórna leiknum með. Já. En á móti kemur þú byrjar Tersæt og þrátt fyrir að það sé örlítið jafnara heldur en í CSGO, samt ekki alveg 100%. Sérstaklega með banana utility og góðu utility niður miðjuna. Já, en síðan er búið að nerfa utility á Citium, slatta. Nákvæmlega. Þannig að banana control er orðið
gott sem Ekki full Impossible. banana. Nei, sko, ég ætla jafnvel að segja að early banana control sem CT er nánast impossible ef að heitliðið er með gott jútil. Já. En þetta samt að leikur sem ég væri til að horfa á. Ég vil að vera að horfa á þennan leik núna bara eftir að sé vídeóið, sko. Bara til að sjá sérstaklega hvað Ravík standa. Já, það er nefnilega eitt sem við erum að fá svona rosalega mikið núna inn, út af því að við vitum að yfirleitt er að liðin er að koma inn í deildina, þá eru þeir rosalega bara graðir í að spila rosalega mikið og standa sér vel og ég meina að það er alltaf pressure núna að til að halda þér upp í deildinni, þá verður að vera í 7. eða ofar eða alls ekki verið í 9. og 10. sæti, taka þá umspilsleik í staðinn. Algjörlega. Ég held að Ravík gæti alveg gert það. Já. Ekki 7. ofar. Ég gæti alveg séð það. 7. og 8. Já, ég hugsa ef þeir fara í... Það var pælingi sem ég tók þegar ég var að ranka upp liðin, er að þetta veltur rosalega mikið á bestur í leiknum á móti IA og Venus. Já, það er eitthvað af þessum 3 liðum sem er að fara þarna rosalega beint niður. Ekki nema Ármann sé að fara að mistiga sig. Já, það getur náttúrulega gerst, sko. Já, þetta er, eigum við að renna yfir bara liðin, fyrst við erum hvort þið er að Já, fyrst við erum aðeins við. Já, herru, byrja á Dusty bara. Byrja á Dusty, ok, byrjum á sleggjunni. Menn vilja sjá það. Midgard, Steppi Kókó, Birnir, Leflöf og Tópas. Tópas pick-upið kom mörgum á óvörum og það bara viðurkenni það fúslega. Hann var á leiðinni víst í annað line-up mjög lengi að vera að púsla í kringum það og hérna gott ef að sé ekki Venusliðið sem að hann hefði ótt að vera í með Moshi, vinn okkar, sem við erum alltaf bara hverju er ekki neitt að pikanu? Ángri. Þetta er bara nákvæmlega gaurinn sem gæti gert bara öll þessi lið betri. Algjörlega. En þú veist, fyrir utan það að vera pikkaður upp á Dusty, við erum búin að tala um það, það er pressa sem fylgir því. Þú ert alltaf top dog. Allir vilja sjá þig tapa. Út af því þú orgið sem slíkt er búið að vinna svo mikið að það er bara gríðarleg pressa. Svo United á tímabili. Já, United og Man City og... Já, vissulega. Ok, ég ætla að halda áfram með line-upin áður en að við fáum server. Já. Næsta lið sem ég ætla að taka er Kano. Ok. Liðið sem að situr á botni deildarinnar. Stimpla það inn, já. Já, bara til að vera leiðilegur, sorry strákar. Þetta er að Blikk, Pressi, VJ, Finus og Nonni. Á bekknum er Papo. Já, ég var mjög til í að sjá Papo inn í line-upinu. Já, sammála því. Mjög sammála því. Ok, 3, 2, 1, hvern myndur þú taka út? Í þessu line-upi? Já, fyrir Papo. Fyrir Papo? Fyrir Papo. VJ. Já, VJ er bara mjög góður í gær. Já. Af þessum line-upi þá myndi ég taka Papo út. Ok. Myndur þú taka Papo út? Já. Nei, Papo, hvað er það að segja? VJ. Já, ok. Ég er bara að sló saman hérna. Já, allt í góð. Við erum ennþá að býða til server. Hann er alveg að koma. Já. Næsta lið, Ármann. Pólisonder, Ofvirkur, Hundsi, Thomsen og Gutti. Ingi Vargur, Vantafrögg. Næsta lið? Ía, Daffey, Skún, Jiri, Batti og Ási. Þetta er Batti. Já, þetta var lið sem að ég var dálítið erfiður við, sko. Já. Ég var mjög erfiður við þá. Allt í lagi. Það er líka bara gott. Sparkir á sinn og allt það. Elska það. Það er líka. Show me. Næsta lið, Vega, Vírus, Deathcake, Vanger, Bjarni, Furious, Stjáni Gulli. Sko, það er svo mikið reynsla af því hvernig á að lenda í öðru sæti að Silfurstrákunum? Ég sé þá vera bara á toppinum í allavega næstu 3 klukkustundunar, sko. Já. Já, ég var server vandamáli haldið áfram, já, þá bara verður það klálega á toppinum í 3 klukkustundir, sko. 100%. Síðasta liðið sem er í deildinni, það er Venus. Ég hef farið mjög ófögrum orðum þetta line-up. Já, þú veist, fyrir þá sem að
hafa ekki hlustað á podcastið okkar, þá þurfum við að gera það núna. Þeir tala ekki eins og við mig í dag, sko. Þetta er line-upið Rufflu, Tomper, HKR, Triple G og K-Dot. Já. Og Jojo sem coach. Já. Ég er bara ekki seldur á þetta lið og það er upp til þeim komið að henda sokk í okkur og rétt rúmlega. Tvímælalaust. Þeir hafa 9 bestu 3 til að sýna okkur nákvæmlega hvað þeir eru og enda tímabils þá vonustu að sjálfsögðu. Já. Ég vona innilega að ég hafi rátt fyrir mér. En ég held ekki. Það eru 9 önnur lið sem ég held að séu betri. Já, það er sama hér. Það er bara fakt. Já, það er bara nákvæmlega svoleiðis. Sammála því. Þetta, verður áhugavert tímabil til að segja hið minnsta. Já. Er þetta öll liðin? Þetta er öll liðin. Já. Búin að fara yfir Þór og Sögu. Já. Og Ravík og tala þau Ármann eða? Þeir eru ábyggilega að fara í... Þeir eru í gúlæki. Þeir eru að fara í erfiða stöðu, sko. Þeir eru í gúlæki núna. Þeir hringdu bara í miðil og komið Thomsen tilbaka, sko. Bara grófu upp, þetta er zombie Thomsen, sko. Hann hefur ekkert spilað, ekki neitt. Hann er búinn að spila eitthvað. Já, ég ætla ekki að segja þessi úrvals Thomsen, sko. Við tölum rosalega mikið það, allavega ég, sko, að mér finnst álagið sem er komið á ofvirk og gutta í þessu line-upi að kræki frögg er bara aðeins og mikið. Já, það vantar svona go-getter í þetta line-up. Já, og ég meina, þú veist, senast þegar við sáum Thomsen þá að meta hann allt öðruvísi. Er þetta Thomsen sem að fara að sækja info og þú veist, pússa? Eða verður þetta bara eitthvað akkeri sem að situr á sætinu og felur sig eða þetta er mjög við fáum að sjá hann bara eftir smá stund, sko. Já, vissulega. Það verður gaman að sjá núna á 5. daginn þegar við horfum á Ármann IA. Já. Það verður áhugavert. Líka bara hvernig formi ofvirkur og Pólis Wonder verða. Það verður mjög athyglisvert að sjá allt það. Bætingarnir voru gífurlega náttúrulega á Pólis Wonder en síðan var hann byrjar að fara örlítið niður á við, þú veist, trajectory var niður á við á enda tímabil, hann byrjaði rosalega sterkur. Já, sammála því. En þú veist, bara bitur að missa út varg í þessu line-upi er huge. Við sáum það, ég held að við varum að leiðina á Sörur. Nei. Ég veit enga trúa því. Nei. Enda erum við bara konur í podcast-skýri. Já. Þetta er sem sagt, að missa varg úr þessu line-upi er galið. Við sáum það í fyrra. Var það ekki pottið í fyrra? Jú, það var í fyrra þegar hann fór út, sko. Og þeir mista hann og ég meina þeir spiluðu mjög mismunandi. Þeir spiluðu gott ef ekki Thomsen og einhverjum og Seni kannski eða eitthvað svoleiðis. Já, Seni kom inn á það. Og það leit ekkert rosalega vel út. Hvort það hafi verið einhverjum qualifier eða eitthvað þannig. Já, þetta var eitthvað allavega voða vont að horfa á, sko, miðað við það sem var. Ég er að muna eftir þessu. Þetta á Blast qualifierinn þegar að Pólis Wonder og Gutti, Seni og Thomsen voru að spila eitthvað álíka. Ofvirkur og vargur voru báðir í burtu og þetta leit hræðilega út. Já. Þetta var eins og að henda inn bara U9-liðinu hjá United á móti bara City, sko. Þetta var rosalegt. Ég hefði bara starting liðinu hjá United á móti hvaða lið sem er. Já, bara Liverpool helgina. Þú veist. Já, þetta er... Stray bullet á United mennina, en ég er það sjálfur, þannig að það er bara... Já, ég líka, ég er United maður alveg í gegn, en þetta er, áhugavert. Já. Loka kall, neyðarkall eftir serverinn núna? Já, þetta er voða lungbið. Já, þetta er skrítið. Og ég vorkenni fólki sem er heima þurfa að horfa á okkur sem og hlusta á okkur babla alla. Það er enda forvitið að komast að því. Ætli hinleikurinn sé komin í gang? Ég getur bara aðtuga það sjálf. Já, er ekki okkar maður LB bara komin í streamgýrin og streamfötin? Jú, ætli það ekki. Nei, allir serverar eru niðri. Já. Áhugavert. Já, þetta er frábært. Mikið gott, mikið gaman. En, þú veist,
Þetta verður að vera heldur gott, sko. Fólki, ég veit að það er fólk hérna frammi að fyrir núna. Já. Að bíða eftir að sjá Fyrsta leikinn í tímabili, en númer 2. Númer 2. Já, eða þú veist, fyrsta leikinn í útsendingu og þetta er í raun opnunarhátíðin okkar núna. Já. Eða svona hátíð og ekki hátíð. Ég heyrði að fara inn í leik. Ég heyrði að fara inn í leik. Bara starta þetta og það strax, sko. Það er, já, áhugavert. En við erum að horfa á CS fyrir fólkið sem er að horfa. Já, ég er bara til ég að horfa á eitthvað CS, sko. Já, það er sama hér. Það er allavega warm-up. Gefum við þessu séns þarna. Fáum smá warm-up, smá svona læti til að horfa á eitthvað. Já, ég var bara til ég að hlusta á CS-ljóð, sko. Já, það er Senast ég spilaði CS var bara með volume 0 og í warm-up, sko. Já, sammála. Eitt sem að við vorum ekkert rosalega mikið að tala var restin af line-upi hjá Sögu. Þú veist, ef við finnst okkur Dom ennþá vera með þetta CS2 buff eða, þú veist, er þetta eitthvað sem að var bara út af því að hann var að spila óslega mikið í byrjun? Telst það sem buff ennþá? Þú veist, er þetta ekki bara... Ég fekk CS2 buff, en, þú veist... Ég fekk það ekki. Allir statsar mín eru betri frá því ég byrjaði CS2. En það? Já. Ég er ekki þar. Ég er eiginlega bara verri, sko. Bara ég var að spila fleiri round og ég í CSGO og ég er bara með fleiri kill í CS2. Það er svoleiðis. Já, eflust killið mér bara hoppuðum 4 að 5, sko. Eitt sem ég ætla að kasta hérna út. Nú er ég að sjá alla á servers vera að leika sér í warm-upinu. Já. Af hverju eru þau ekki live? Það er eins og það er. Já, það er bara góð spurning, sko. Já. Þetta er bara besta spurning kvöldsins, held ég, sko. En eitt sem að, þú veist, annað sem við getum líka bara rætt örlítið er náttúrulega eitt sem að þetta lið Þórs var rosalega þekkt fyrir á sínum tíma var rosalega mikið af tækifærum sem að Peter til dæmis var að nýta sér í opnunar þrögg. Ég minnir að hann hafi meira segja verið hæðstur á tímabili í Enterprise og Success sem er náttúrulega bara gigantískt og ef við berum það saman við einhvern leikmann sem við erum búin að tala í dágóðan tíma sem einn besta leikmann bara í CSGO tímabilinu, Þorsteinn F. Þú veist að Peter, hann var að performa betur en hann á tímabili. Já, lukkulega. En engin Þorsteinn F til að berga döst í á þessu tímabili, nema að kalli hann. Já, spurning hvað gerist. Já, en við erum ekki komin í live, er mér sagt. Já, not live, not live, not live. Já, ekki live, önnur pása. Það er verið að láta bíða eftir sér að tímabili byrja. Já, rétt rúmlega. Við erum hvað? 35 minútum á eftir. Áætlun, já. Það er bara eins og það er. Já, hvað er áætlunur? Shit happens. Já. Það er bara eins og gengur og gerist. Já. Já, sko. Ég er að horfa núna á þetta line-up. Já, svo. Hver heldur að muni sitja eftir af þessum leikmönnum bara eins og í þessum leik? Hver heldur að muni sitja eftir Frakklega séð? Frakklega séð? Já. Hjá Þór? Já. Pandas. Heldur það? Já, og ég held að þessi leikmanni sem hann er að höndla langbest. Já. Dabbe spilaði samt byrjun á tímabilinu fyrra. Byrjaði ekki vel. Virkilega góð punktur. Þannig að það gæti alveg verið hann, en ég hef ekki áhyggjur. Nei. Sögumegin. Hver heldur að muni sitja eftir í performansi og frökkum þar? Dom. Það er svoleiðis. Já. Og aftur, þetta er leikmaður sem að höndla bara mjög vel. Akkurat. Ég get alveg séð tætt, jafnvel Visart. Tætið að Visart? Já. Það væri, eitt sem er samt við Visart, og við höfum kommentað á þetta ítrekkað svona í gennum tíðina, er að mér finnst eins og hann gefi sjálfum sér ekki sjensinn
að performa sem allra best út af því að hann kaupir of mikið þegar hann ætti ekki að kaupa mikið. Hann rosalega mikið í akkurat því að kaupa sér deglu þegar hann á ekki pening fyrir. Degla armor. Já, það er galið. Það er absolutt galið. Mér finnst það að vera svona eins og þetta er svona ákveðin útgáfa af main character syndrome. Bara í alvörunni. Eins og standaði í miðjuna á myndum. Ég tek það á mig að ég gerði það helgina. Við vorum í brúðkaupi. Þetta er bara þannig, skilur við. Maður verður bara flottur. Já. Það er bara eins og það er. En eitt sem er við það er að, þú veist, að vilja bjarga rándum endalaust. Það er svona ákveðið syndróm, sko. Já, það er nefnilega málið. En það er líka spurning núna, sko, já, by the way, við fyrir live eftir það bil mínútu. Er það staðfest eða? Það er nokkuð svo. Já, næs. Komin tími til. En ég man ekkert hvað ég var að segja og það er bara svo það er. Hvað má ég? Já, ég kom inn yfir orðafjöldun á dag. Ég er með góða spurningu. Já. Hver er með hæðsta skillsýlingið? Ég. Okay. En er það að tala af þeim inn og Sörur? Nei. Nei, ok. Mínus Peter inn og Sörur. Hæðsta skillsýling af þeim inn og Sörur. Mér datt svona í huga að þú myndir segja Peter. Já. Var rétt sem er það? Nei, ég held að ég myndi segja Tony. Já. Jafnvel, rafleg. Já. Það er bara, við höfum bara ekki fengið að sjá það. Erum við live? Er þetta ekki bara hnífarandi? Nei, ég veit ekki. Nei. Þetta er live? Þetta er live. Þetta er live! Fyrsti leikurinn er byrjaður! Það er komið að því, maður. Við byrjum í fyrsta róndi að núpið. Rafle, Peter og Dabbe með frögg hver sig. En það er setjað á ADHD sem er inn í Faró að krækja frögg. Langt sem við sáum mikið að setu, Jón. Já, við satt gjörsalega tekur Peter og jarða. Finnur ekki Tony og þá er ADHD einn eftir með setu. Gera mikið skada, en hann búið með skotinn og er feldur. Sko, vissi hann að það væri live með setu? Já, ég held það. Ég seti hann, sko. Ég held ekki. Já, hún virkar. Maður kaupir þetta svona óvart, svona, ok. Já. Það ekki? Upp og sí. Það er náttúrulega ekki hægt að rífunda. Glemum því. Já. En ADHD að sjálfsögðu kaupir skát hérna í second round. Restinn á deglum. Dóm með stóran armúr, tætt með nei. Það er allir með armúr maður, áfram Ísland. Já, þetta er bara false round. CT main, Grensa, kemur þinn. Grensan er góð, ADHD núna afturfótunum. Fljóta getur náðanum þetta, en hjálpin er til staðar. Stólunum svo að fallin Tony, Peter. Báðum með 2K. Já, Peter með 2K á Pandas og ADHD. Það er gott að hjálpa til. Já, herru, ég er mistað tíma. Já, tímkip. Já. Dóm og Viðsar, tveir eftirlifandi deglur. Tölum við ekki alltaf sögu sem svona deglulið? Já. Sko, ég veit að ég er búinn að vera leiðilegur við Vissart að kaupa deglu og armor, en í þessu rándi máttu það. Í akkurat þessum rándum, þegar hún átti að vera með deglu, þá erum við ekkert að bugast í því. Nei. En þegar restin af leikmönnum er á uspum, spara, kaupi ekki flass út í tímaðíki og þú kaupið deglu, þá þarf að bróka þig. Sko, eitt sem þetta er eins og sjúkdómur. Stundum þarf að trappa þig niður. Hann ætti bara að byrja ég kaupi 5-7 og síðan kaupi ég P250. Já. Og síðan kaupi ég bara eitt flass. Algjörlega. Trappa sig niður, sko. Já. Sleppa armorunum. Já, það er stóri bitinn, sko. Ég myndi jafnvel sleppa deglunni, fara í P250 og armor. Byrja rólega. En að kaupa lítinn armor. Já, en þú veist að þjóna svo litlu tilgangi. Það er B-kistla, Tómi. Það er B-kistla frá Þór. Það lítur út í það. Grensur, flush, fljúa, seta á tætt. Tekur á móti Pandasina og Pandas gjössamlega. Slætar. Hann er á línuskautum, drengurinn. Og hann gargar, ég er móðinn. Þið vitu það. Já, bara drengur sem hann segir alltaf Pandas er bara ná sér í peningina. Já.
ánægður með hann að Snillskotana. Dóm búinn að næla sér í 2 þokkaleg deglukill. Já. 3-0 hins vegar fyrir Þór í byrjun fyrsta leiksins hérna. Áhugavert að Pandas er með P90. Þetta, sko, nú spyr ég bara út af því ég er búinn að sjá þetta í smá tíma í einhverjum pukum. Er P90 viable? Er hún back? Mér finnst hún eiginlega of dýr með að við Mach 10 og MP9. Hún er á 2300. Já. Heldur. Mér finnst það aðeins og dýrt, sko. ADHD er sofandi á verðinum hann á vappanum, heitir í skotinu. Lörgsmokur, Vissart eins og að koma inn upp á stillina, góðu molli, Vissart þarf að bakka, hann er flassaður drengurinn. Og að mollast, búinn að missa tæplega 27 HP, 23 eða eitthvað. Tæplega, bara nákvæmlega. Já, tæplega, cirka bát. Já, Pandas, ætli annarkur hafi séð. Ég veit ekki, ekki með að Vissart er ekki að sækja fraggið. Nei. Já, Pandas heyrir í þessu. Það hlýtur að vera. Heiðisflaðs Pandas lætur vita á sér. Já, ég er hér með 50 skot og úr þetta að fá ekki með neitt. Það er bara svo leiðis. Smokur í tengi, yfirleitt algjör. Ég á ekki orð. Pandas finnur frakki á Vissart og hérna komaði strýjandi inn. Hann heldur bara áfram. Hvaða rugl er þetta? Þetta er P90! Já, þetta er P90 og hann er komið með 2 frögg á sig. Pandas með 4. Hann er að slæta upp að Þór og segja halló. Þetta er allt og auðvelt. Seldraugar, velkomin í ljóslegardeildina. Ég er með P90. Það ætla að mölva. Já. Já, áhugavert. Til í þetta. Sko, ég veit að þetta er terma. 4-0 akkur núna. Hvenar erum við að tala um að það er komið tíma á taktikalpásu og þurrka svitana öðru vörunni? 6-0 eftir að tapa næsta bæ. Það ekki? Já. Minnst árið og sent þá. Já, náttúrulega. 5-0 og þá ertu komin í vesen. Í official. Pandas með frábæra tímasætting á Dúkei gegnum smókin. Þetta er ekkert vesen. Pandas gjörsamlega með puttan á púlsinn. Fyrsti leikur tímabilsins hjá þessum báðum liðum og þó var alltaf byrjaði krafti. Ekkert annað en bara að minna á að þeir eru deildameistarar. Já, tvímælalaust og unnu deildameistaratitilinn í fyrra. Saga sjálfsögðu slóða út í stórmeistaramótinu og neituð okkur Dusty Þór Final. En náttúrulega hann er Tony með 1 Vissart Lár. Hann er með Deglu Armor. Haldur að rífa upp grenuna þannig, ég er ánægður með þetta. 5-0 Tómi og nú er komið kaup hjá Sögu Vappi, keiftur á ADHD leið. Armor og Smoke, restinn fullkaup M4. Jón, senasta kaup var svo samfærandi fyrir Þór að ef að þeir sigra þetta ránd ekki, þá er þetta svona byrjunin og endalokunum á Anubis-mappinu. Já, það er bara 100% þannig. 5-0, ef þetta verður 6-0 þá er þetta bara... Það er mjög erfitt að koma tilbaka. Lörgsmokur hérna til að geta komist upp á pitsu. Pandas að henda í smá pressu henni í Ramax og er feldur og tætt. Góð byrjun fyrir Sögu loksins. Ekki búin að ná að stoppa Pandas í 5 rándum. Þar af leiðandi er þetta bara afrek í raun og veru. Algjörlega. Tóni að lurka þarna fyrir utan bíl og bíð. Já, þetta er... Pítur með molla í Pítur, grensan, hún er góð, tekur ADHD niður í 63 og ADHD heldur áfram vappanum þetta í miðjunni, en fyrir að stakka þetta í miðjunni 2 er ekki að finna fyrir neði pressu á A-inu eins og kom tæpur þarna. Mjög. Pítur, gott movement eins og þar. Já, algjörlega. Tóni fær flass í smettið, en sjáðu stakkin sem er að myndast yfir á B-inu á meðan Pítur reyna að koma sér í tengið. Er veikt. Algjörlega. Miðjan er veik. En B-ið, það er rocksteady. Ja, eða hvað, Dóm, hann er farin að bakka, hann er farin. Hann er neitt að standa hann eins og svara, ger ekki neitt, tætt, smá pressu í Ramax. Það er að henda flössu bara til að delaya núna lobbyinu. Tætt rétt svo misti af
Manninum að lesa hérna, Peter komin upp Ramax, Solo, Tony, Tide, búin að finna frögg sem og Dabbi. Treytirinn er ágætt en utilityið er ekkert upp á 10,5, ná að smóka þetta fara hann út og þá var rótið að koma. Tony einn eftir, mótið tveim. Búin að fella enginn í... Tony! Þetta var svo fallegt flikk hjá honum. En Dom nær að halda þessu úti og kræki í fyrsta rándið. Spara vappan með þessa. Ég einhvern veginn var farin að sjá þetta gerast að Tony hefði fundið seinna fara ekki líka. Ég sá þetta gerast. Ég segi bara Guð blessi sögur þá sko. Menn búin að signa síðan alveg í bak og fyrir. Þetta er samt besta mögulega sem að gat gerst fyrir sögu. Þeir ná plantinu, nei fyrir Þór fyrir gjöfu. Þeir ná plantinu, fella allan með einn. Halda reynda vappa, sem er ekki það besta í heimi. En þú sér líka bara kaupið á sögu, Tómi. Það er Famas, MP9, 2M4, 1 vappi og eitthvað rosalega mikið util á 2 leikunum. MP9 og util á vissar. Ég er hrifinn af því. Já, ég er mjög svo hrifinn af því. Sérstaklega þegar þú ert að spila A-sætið. Það verður eiga util. Aldrei useless án þess. Já, bara gerir ekkert án þess. Peter, eins og við töluðum búinn að finna einhverja þægilega tímasetningu inn í miðjunni, komin í Peter. Tony komin Tide niður í 35, Hjálpinn komin, ADHD, og hann meigði sér þarna kringum vappalínuna. Fann Tide í bak og smá græðgi þarna á Tony. Já, örlítil, en ADHD, loksins, komin 2 frögg, búinn að keyra sig aðeins í gang. Komin tími til, vappinn í liðinu, þessi mikilvægi sem við tölum 3 eftir lifandi Þórsmegin, Dabbi, Pandas og Peter. Takk eftir samt. Vákvæm. 1 leikmann eftir á B-setinu. Þeir eru mjög hræddir rappið á B-ið, þannig að skilja 1 leikmann eftir að halda faróinum og hinir 2 að lurka í gegnum B-lobbyið. Þetta gæti verið sól og fallinni, þetta er smá þannig ekkert utility til að tala Nei. Þetta er slæm staða. Þetta er rosalega vond staða til að vera í og... Solo gerir rétt, hann heldur sér á lífi hérna. Þarf að klíra út síðan. Dabbi fyrir fyrsta, Solo lætur vita af sér, spammar þetta niður, hann á 12 HP. Og fundir að Pandas og það voru 2, Dom og ADHD þarf að eisa til að vinna þetta ránd ef að Dom ætlar ekki að gera neitt. 2 eftirlifandi, Pandas og Peter. Smókur, þeir eru ekki vel staðsettir til að verja þessa bombu, flassi flýgur. ADHD með kitt. Dómar fyrsta, undirhanda flassið, hann er að diffjúsa allan tíman og þar með annar rándi komið. Heldur vappan að vænta að hleypa yfir á síðspónið. Já, næra að halda vappan vinnur rándið 5-2. Jón, þetta er aftur vestastaða sem við getum við rándið. En þeir unnu. Já, það er kannski eini plúsin í þessu. Kaupið, já, eiginlega bara verra. MP9 á Dom. Og Rafle kominn á vappan. Það fær ADHD eitthvað challenge hérna. Já, Þór segja, þetta komið gott. Rafle. Ég henda þér í eina fléttu. Já, og tekur aðeins á honum AD núna. Örlítið en ADHD finnur Peter til að opna þetta. Rafle flassar Pandas og Tony inn í alabíð right now. Þetta er í miðinni, hann Peter vissar að spila smókinn, sprikið með þetta gegn, en þetta er hættulegu leikur að spila. Algjörlega, sérstaklega með 2 móti. Í vappadúlið, ADHD fundinn af Rafle. Það er nákvæmlega svoleiðis. Rafle brosandi akkurat núna. Vissat gæti verið í vesinni. Dansar í kynnu og kúluna, sko, þetta er eins og horfa á vilda vestramynd. Dóm hins vegar komin á vappan og finna Dabba, áhugavert. Dóm rífi í prikið, þetta er ekki séður. Hér Vissat gæti verið risastór, neini, finnur ekki neitt. Pandas finnur frakkið. Býstunum við, hérna er vappi á Dóm. Búinn að finna einn en ekki alveg til í að finna alveg fleiri strax. Nei. Bakkar að finna sér aðra pósu. En inn á sætinu er að koma fyrir Tætar að bíða. Okay. Og með annan. Mjög mikilvægt fræk og núna er það bara að halda. Dóm verður að halda byssu. Já. Hann skiptir yfir í AK og reynir í þetta en öðfrakkarna á Pandas og þá er peningurinn alveg resettaður fyrir sögu. Þeir eru í vesinni. Já, rétt rúmlega. 6-2. Náða að
klóra 2 rándóðna tilbaka. Engin peningur hins vegar, akkur núna á liði sögu. Nei. Geta keyptir deglur, geta leyft þetta, en eiginlega ekki. Herðu, Vissart, Engin degla, engin armor. Herðu, ég verð bara að klappa fyrir þessu. Þetta. Ég ætla að taka allt tilbaka sem ég talaði Vissart í prísjónu. Hann er skynsamur leikmaður sem hugsa fyrir liðinu. Já, áhugavert. Dóm, hinn í Dumbledores hérna. Já. Skemmtilegt flassaðna hjá Panda sem að Sleipið inn. hjá þristinum. En það er maður í varg og hér er það Vissart sem að gjörsamlega drullar í degið í bakið á Pandas. Armor hefði ekki hjálpað hana. Nei. Og hvað gengur á Pandas að finna tæt og það er bara einn viðbót í McDonald's sem er solo. Flassaðna út og Peter finnur solo og það er ADHD einn eftir. Ég er búinn að segja þetta örugglega svona 500 sinnum á 8 seasonum sem ég er búinn að lýsa deildinni. Heldur það sé bara 500 sinnum? Ábyggilega oftast. Já. Gæti bara við. Kemur eitt óvart. Staðan allavega orðin 7-2 staðfest akkur núna. Það verður gaman að sjá hvernig Saga ætla að svara núna í þessu kauprándi. Það verður sennilega ekki vappi. Segið sennilega. Af öllum líkindum gæti verið glasskanon svo kallaður hjá ADHD sem hann kaupir einungis vappa. Kemur eitt óvart. Já, það kemur bara engum óvart og það er bara nákvæmlega sem gerðist. Já, akkurat. ADHD alveg þekktu fyrir þetta þegar hann á lítinn pening. Það er ekki svona peningu fyrir neitt í liðinu til að droppa flassi á hann. Nei. Þetta er eiginlega mjög erfið staða sem að Saga í akkurat núna. ADHD það reyna að skjóta það út í þessu með að fara í bíl og sjá hvernig hann getur ekki fundið pikk en Rafle í miðjunni hins vegar finnur fyrstu opnuna í rándi númer 10. Æðinginu miðjuna, Vissart finnur Pandas í þristinum en það er fullt af plossi að skapa þetta fyrir Þór. Algjörlega og það er mikil pressa í alabíðinu sem og frá miðju og Vissart er bara í rosalega við sem í þarf að taka fætin hérna og Peter sem að tapar þeir eiga það bara aðsætið einn maður komin í hefinn hins vegar. Solo! Góður molli samt, sikkur meginn til að halda hann bara einangraðum. Dabbe finnur Fraggi og þá ættu í rauninu bara að halda. Tony finnur Fraggi og tæt og þá er ADHD 100% að fara að halda. Hann allavega stendur fastur fyrir utan al og bíð. Aleinn og yfirgefinn. Gæti verið í vesenni. Hann er 100% í vesenni. Það er enginn á höndan samt þannig séð. Sérstaklega frá, nei, í vari. En þeir eru búnir að klíra sítusbón núna og þá vita hann ákveðlega hvað er að gerast. Það er bara svo leiðis. Ég veit hann ákvæðlega hvað hann er. Það hlýtur að vera. Fyrir upp stiga og upp úr þessu tel ég ákaflega líklegt að hann haldi þessu priki. Það er... Ég lofaði því að Þór þeir vilja náði úr höndarmáðunum. En nóg til að pening Þórsmegin og ég skileilega ekki af hverju ég fór ekki að hönda meira. En 8-2 staðan fyrir Þór akkurat núna. Mjög góð staða. Mjög svo góð. Vappi í höndarum ADHD... Deglur, armor á hérna sé ég fyrir mér, já, akkurat ADHD fyrir að leita á vappanum, reyna að búa til eitthvað, við höfum séð svona ránd trekk frá sögu. Kannski fínt að taka fram samt að þetta er mappikkið hjá Þór. Já, algjörlega, Dust 2 er mappikk sögu. Sjáu það hérna upp í vinstra horninu, bara til að hafa þetta alveg á hreinu. Já. Þetta er svo erfið. Alvöru stampop sko. Já, þetta er molla reyna að fá fyrir hreyfingu. Hoppar yfir línuna hans ADHD og finnur Fraggið Rafle. Tegnum og dóma reyna að spreyja þarna örlítið í gennum smókinn og reyna að finna eitthvað en lítið til að fá. Grensa smókinn, Vissart finnur Dabba. Grensa. Solo. Gæti verið í vesinni, það er einn í alabíðinu, nei í bílabíðinu og einn í Ramas að skríða út, það er Tony, finnur Frakkiðan og Solo, 3-3 með núna AK í höndarum á Dóm og Vappi í höndarum á Tæt sem að finnur Tony. Ég ekki smók til að reyna að koma úr stöðu, Vappin á Dóm, nei Vappin AK á Dóm, að finna eitthvað. Dóm er, já, heyrir í Rafle.
hér er Peter bara að finna frakkja á Dóm, ekkert vesen, Viðsat og Tæt núna 2 eftir á móti Rafli og Peter sem er að strauja inn á hæðið, það er Tæt, hann er mættur með vappan. Og Rafli með fína línu þarna og plantar þarna í Bjarna. Já, en þá eftir að venjast ég að kalla þetta Bjarna. Ég veit ekki af hverju, þetta verður aldrei stikkað hjá mér. Þetta er svo iconic. Já, þetta er það, vissulega, en hér er Rafli að finna frakkið á Viðsat til að loka þessu 9-2, 1 ránd eftir. Rafli með 3K, þar af 2 frögg í afturplanti eða að reyna að komast inn á sætið í erfiðri stöðu. Rafli heldur betur að vinna fyrir kaupinu. Já, algjörlega. Pandas með 15 frögg. Það er ekki neitt þar. Það er Dabbi sem að rekur lestina en það er ekki til að tala í rauninni. Það er 9-2 staðan og það lítur bara ansi vel út hérna til að byrja deildina fyrir Þór. Já, ríkjandi deildameistarar og þeir eru bara að sína hér. Það er bara nákvæmlega svoleiðis. Já, þeir eru komin í formi og virðist vera að þeir séu sterkari aðlunina í byrjun á Anubis. Senasta rándið í þessum fyrri hálfleik fyrsta maps að fara á stað hér tactical timeout vafalaust tekið af sögu. Senasta kaupið þeirra í þessum hálfleik og ekki búin að vera neitt stórglæsileg kaup. Nei, þetta nú er mikilvægt fyrir ADHD að stígu upp og finna þetta. Nei. Rafli bara með númera. Já. Algjörlega, Pandas flassaði til Tæt Dóm nær rífrækinu en þetta lítur bara strax mjög vel út. Lurksmokurinn er þarna fyrir til að geta komið út hjá Tony komið, Viðsat líka í Dóm og Solo 2 eftir akkurat núna á móti 4. Þetta verður erfitt fyrir að vinna þetta rándi á ógerlegt ef ég segja það Tómi. Rafli er að eiga bara stórgóðan leik á þessum vappa og þetta er bara allt annar leikmaður heldur en leikmaður sem við sáum í treyju Dusty á senast tímabili. Já. Hann bara allt frelsið sitt. Já, mér finnst bara gaman að sjá líka að Pandas er að fá að skína. Já. Það er mjög gaman. Ekki það, hann fekk alveg að skína í Dusty en mér finnst einhvern veginn svona skemmtilegri bragur yfir hvernig hann er að spila, eða make a sense. Þetta er meira loosey-goosey Counter-Strike og hann er greinilega bara að njóta sín í þessu kerfi sem að Þór bara sleppa tauminum af leikmönnum og sjá hvað þeir geta og já, það bara lítur mjög vel út fyrir þessar 2 leikmenn sem voru í herbyggðum Dusty. Algjörlega. Bæði Pandas og Rafli. Algjörlega. Mig grunar Tómi að Dóm, hann datt út. Já, Dóm datt út, þannig að það er remake á fyrsta rándi. Gæti í rauninni ekki gerst í betra rándi. Það er ekkert damage. Já. Og mjög þægilegt rándi fyrir akkurat þetta skil. Já, nákvæmlega þannig. Þannig að það bara remake fyrsta rándið í seinni hálfleik í þessu mappi 10-2. Þór bara með öll völd á þessum leik og þurfa í rauninni að vinna þetta pistol og forsrándið og þá ætti að vera komið en það er stundum meira en að tala um það. Já, mér finnst eitthvað fallegt við að Dóm sé þetta út núna. Er það skrítið? Já, frekar hann í einhverju öðru rándi? Nei, bara núna. Bara núna? Já. Finnst eitthvað frakkasti leikmæri? Já. Já, þetta er sko, nú þurfum við að hafa hraðar hendur. Við erum búin að fá þægilega mikla töf. 40 mínútur. Alveg nógu í bili. Já. Ekki. Við erum að spara ykkur content fyrir sunnudaginn, sko. Já. Nei. Spurning. Ég vil sá 3 manna turndjála. Rönnbúst, jável. Já, það er verið að vinna í því. Já. Sé það. Virðist vera. Já. Ég vil sá CT og T svona, hvað ætlum maður að geti stakkað mörgum mönnum móna hvern annan í CS2? Uppi vegg. Já. Ætlaði að komist, þú veist, Skyboxið er off í nokkrum möppum, sko. En ég held að þú komist ekki ofar en 4. Það er þannig? Nei, 3. Svona normalveg. Okkar besti Dói Kritikal, mótastjóri, er að redda málunum. Það er eitt maður sem að væri fínt að hafa í svona krísu. Já.
sammála því. En þetta bara restart round. Já. Let's go. Já. Það til í þetta. Já. Fulla ferð. En Já. 10-2. Danileg pása tekin hérna í byrjun seinni hálfleiks. Ef við tölum örlítið hérna fyrir hálfleik, þú veist, yfirbyrðinni voru það miklir. Þessi 2 round sem að þeir ná ég ætla ekki að kalla það ninja diffuse. Nei. Það var smoke diffuse þarna Já. í 2v2 situationi, það sem að Dom gerir vel nær fraggi. Og Og já, síðan var það Dom sem vinnur þarna já, 1v1 sem var 2v1. þetta Já, með þess að 3v1 þegar að Tony nær tengi leikmannum og flikka síðan yfir á leikmannin sem í CT. Sko þetta það hefði svo rosalega lítið þurft til að þetta myndi enda 12-0 þessi hálfleikur. Já. Sko asnalega lítið. Já. Það byrjar náttúrulega, sko fyrsta rándið sem þið vinna að Panda sér fraggaður í A-lobbyinu minni mig. Og síðan í kjölfarið spila þær ágætlega úr treytunum sínum og enda þarna í 3v1. Tony gerir þetta bara af einhverju rándi þarna til að bjarga þeim. En síðan í kjölfarið þá hérna ADHD með smoke diffuse í bara ómögulegri stöðu. Þeir komu sér í afturplantstöður sem voru hinum með við plantið sem að mjög erfitt. Mjög svo steiktar stöður til að velja. Skemmtilegt að renna þarna yfir skórbórdi líka. Pandas á toppinum. Tony fylgir það rakleiðis eftir. Enginn í 2 stafatölu hjá Sögu. Svo sem ekki komin yfir 1000 í damage. Nei, þetta Dom með 9 frögg á toppinum. Já, þetta Saga ekkert að eiga eitthvað draumaleik. Nei, til að byrja tímabilið þá líka bara dálítið erfitt að mæta Þórsliðinu ef þið mæta í formi. Já, sammála því. Það var restórað þarna ránd. Vissulega ekki rétt rándið. Það alltaf leið. Nei. Förum einu lengra. Einu lengra. Takk. Já. Uno más. Það rosa skrítið að sjá Pandas í Þórstreyjunni. Ég fíla rauða litin á hann. Já, mér finnst ekki það, veist. Já. Mér finnst þetta treyja ekkert eðlilega cool, sko. Já, mér finnst það mjög flott. Ég hef alltaf verið dálítið hrifinn af Þórstreyjunni. Rauðu fermi líka rosalega vel. Já. United litinni, sko. Vissulega. Ferrari litinni líka. Ferrari litir. Þetta líka mér. Þetta líka mér. Bara fyrir að sjáta á þetta á formúluna. Já, sammála því. Já, ég hef ekki bara kíkjað í K-seta. Hvernig væri það? Það allavega já, áhugavert. Þetta er bara allt saman að gerast hérna vonandi fáið einhverja fregnir að því hvað í gangi. Stutt í live segja þér. Já. Vissulega ekki rétt ránd aftur, en þetta að koma. Já, þetta tæknilegir örðuleikar eru tæknilegir. Og ég taka það líka fram að sko yfirleitt í byrjun tímabils þá koma einhverju byrjunarörðuleikar en síðan byrjar þetta að runna mjög smooth bara strax eftir einhvern veginn fyrsta leikinn. Erfitt að lenda í náttúrulega servervandamálum og hérna að leikmaður detti út aldrei skemmtilegt. Nei, sammála því. Allavega búið að rístóra og við ættum að vera að fara live. Já, virðist vera að við sem að fara live hérna í fyrsta rándið í seinni hálfleik, ránd nummer 13 stand 10-2 fyrir Þór. Já. En miðju Kessla, 3 að hlaupa miðju, 1 fyrir þann A-lobby. Pítur finnur ekki fragg, rótið komið í Faró. Faró eins og að smókaður auðvitað spamminda komið gegn góðum molli frá A-leikmannum hins vegar. Panda spila vel út úr þessu en hann verður overwhelmaður. Nei, þeir snúa við. Áhugavert. Rafli finnur frakkið hérna á ADHD. Skiptir í glokkin, vitaði droppuðu niður og þá er það að fara beint í tengið. Hins vegar að skjóta á það í bakið hérna. Tony
tekin út og þá rótiðið hratt í gegnum Rafli einn eftir um 3. Þetta ógerlegt rándklokkin hins vegar syngur í höndunum á honum. Rafli alveg tilbúin að henda þessu sokk alveg á bóla í kafi kokja og okkur 2 eftir hinum einn, Dóm og Tætt. Það þarf að ríteka ekki með kitt á bækinu, Tommi, búin að finna 2 frögg. Plantað fyrir þá á svíðspúninu, fyrsti kíkir, keyrir þarna inn, veit að þeir eru splittaðir og þetta glæsilega gert hjá honum en finnur engin frögg. Tætt með fraggið og þar að leiðandi 10-3 staðan. Algjörlega. Tommi, fregnir úr Ravík á móti Hött. Já. 8-1 staðan fyrir Ravík sem terr. Í Inferno. Já. Það áhugavert. Inferno. Já. Þegar þú ert ekki undirbúin undir það, þá verður þeir á falli. Já, algjörlega. Skemmtilega tölur. Verður áhugavert að sjá hvort liðið vinnur Inferno 10-3 hér allavega. Solo búin að finna endrið á Peter. Sæ alltaf meira svona terlið. Já, náttúrulega termapp, terlið og allur gangur á þessu. Og við höfum séð annað eins comeback koma en sjálfsögum munum það að það er 1 deigla, 1 P250, 2 voru í byrjun rounds og Uspur á restinni. Galinn alveg fleigir skotunum áfram á það en Tommy finnur frökkinn. Tætt með 2, Tappi 1 eftir og þar að leiðandi 10-4 staðan. Hins vegar ætti að koma kaup núna frá Þór. Já. En ég er stundum ekki hrifinn af þessu kaupi út af því að mér finnst ég ekki fá allt. Nákvæmlega. Sem er mjög hættulegt í mappi eins og Anubis Cityside. Þú þarft að eiga full util á A-inu, þegar full util á B-inu, sérstaklega það sem heitir termap. Og þú getur skimpað örlítið miðunni en þú varst að eiga 1 smoke og 1 molla. Já, algjörlega, bara absolutt lágmark. Þannig að full util og þeir eru heldur betur að skimpa á utilinu hér. Sjáum ef að enginn selur þá eru þau með 1 smoke, 1 molla, 2 smoka fyrir ekki, Tony á smoke líka, 1 flass. Peter, hann hlýtur að taka bara MP9 eða. Autosjokkun. Sé set. Eitthvað. Já, MP9 full util kit, eina kit í því liðinu. Og ég segir eitt. Hvað er með? Tæknileg pása. Vá. Dómdóttin út. Er þetta tactical death út eða? Tactical death út? Já. Ég veit það ekki. Þessi maður þarf að krækja sig í ljósleira frá ljósleiranum. Ég skal segja þér það. Það eru yfirgnæfandi líkur á því. Já, það eiginlega bara gengur ekki. Hann þarf að krækja sig í það, sko. Já. 12-2 hálfleikur fyrir Ravík í Inferno. 12-2? Já. Næsta map sem að þeir fara í að sjálfsögðu er Anubis? Ancient. Ancient, já, fyrir ekki. Það var annarkvort A-inu maður. Já. Sagði ekki 10-2, alveg pottitt? Jú, 10. Ég held það. Þú sagði 12-2 núna rétt. Já, 10-2. Það er 10-2? 10-2, ok. Ég er bara vitlaus, sko. Já, allt í góðu. Elskum upset og, ég meina, eins og ég var að tala um, í Inferno, þegar liðið er með einhver setstrat, einhverja smóka, nokkuð flush, og eru líka bara vel spilandi saman, sérstaklega í trade-leiknum, og í entry-puthum og svo framvegis, þá er Inferno hörmulegt að spila. Já, það er ekkert leiðilega en að spila á móti góði Inferno-lið. Já. Það er ekkert leiðilega en það. Bara nær ekki alltaf miðunni, nær ekki alltaf bíinu, all lekur, mýg lekur, þetta er svo að bara fara með sikti sem reglíf, sko. Galið, sko. Já, það er mikið til í því, mjög mikið. Ekkert verða eins og skaði á tímabili að spila Inferno. Spila Inferno rosalega mikið með þess að. Já. En það var náttúrulega aðeins öðruvísi, það var í CSGO
og það var náttúrulega bara virki fyrir CT-ana sko. Alveg ves. Hvað finnst þið samt að mollarnir hafi verið breytt? Því að ég bara... Mér finnst svo lítil breyting. Ef að mollin kemur ekki réttum stað, eins og ef hann kemur ekki réttum stað í brekkunni í Ancient, þá ég farin upp. Já. Molli Ramp Mirage. Já. Já, fyrir ekki rétt, þá getur staðið fyrir aftan. Já. Þetta ótrúlega mikil breyting en það þarf rosalega lítið til að adjusta á mótinni fyrir utan að hann í styttri tíma. Þannig, já, minn styttri tíminn líka pirra mig. Já. Alveg töluvert, sko. Já. Þegar þú þarft að grensa með henni og strax, þú ert eiginlega að nota sama pening og mollin kostaði fyrir CT-ana áður og þú verður að nota grensunni hérna líka, því annars að fá bara allt í fjesið. Já, þetta er mikil breyting en... Samt lítil breyting. Já, þetta er svona, þetta er skrítin breyting og ekkert endilega það sem að þurfti í þennan leik. Ef ég mætti velja einn hlut til að breyta, þú veist, ef ég mætti velja einn hlut til að pikka upp á terrunum, þá myndi ég pikka upp mollan en ekki Aquan, sko. Já, það er eitthvað til í því. Já, sérstaklega, þú veist, þegar maður spilar eins og í Mirage, spila B-sætið, spila A-sætið, Anubis, það er helvítið þægilegt að hafa betri molla. Já. Mjög skemmtilegt. Já. Kannski minna fyrir þig, verandi vappi og allt það. Já. En þú veist, ég veit ekki, var þetta ekki sekundu eða 2 styttra? Já. Ég held það. Ætli hann gerir minna damage líka? Ég er ekki alveg viss. Nei, ég held að hann gerir mikið damage, en hann í styttri tíma. Þannig að hann gerir meira damage? Nei, hann gerir nákvæmlega sama damage, en bara í styttri tíma. Já, DPS-ið er samt lægra út af því hann í minni tíma. Já, greið. Erum á sögumplasu. Já, svona cirka. Peter kom með fyrsta, Dom, maðurinn hefði getað sleppt í að Connector-sörurinn, hann var strax farin út. Peter sagði, hingaðu ekki lengra við minn. Solo. Þetta er raflega Peter, hann á ekki að ná þessu fraggi en gera það samt. Galið að hann finni þetta fragg, en Tony og Dabbi 2 eftir á móti Solo og Wizard. Wizard búinn að svinda sér þarna yfir og Tony ætlar að bakka í ákjósanlegri stöðu því að þetta er dálítið erfitt. Þetta er smá bras. Örlítið. Og Wizard nærmum í bak. Þetta var galið spreið. Þetta hefði getað endað gríðalega illa. Dabbi, hann að lesa vel í þetta. Hann verður komin í Faró. 2 á móti 1. Engin kitt án minns var góðir. Tvöfaldur molli þarna. Þú átt ekki að fara hér út, Dabbi. Það er alveg á hreinu og þetta eru betri mollanir. Betri típan. Og sá hann í hann. Flassið flýgur. Einn kemur út tengi. Veitunum báða leikmennina. Það að sækja frakkið hins vegar. Einn kominn rakleiðis bara út tengið. Og Wizard gerir vel. Eitt sem er pet peeve fyrir mig. Sem að ég var skammaður rosalega mikið í gamla daga. 1,6. Já. Af hverju er hann að horfa á lobbyið? Tímasetningin er ekki rétt. Já, ég er ekkert aðalega sammála því. Þetta er... Já, sko... Ég er ekki að fara út í það núna. Þetta er bara... það er of mikið þar á bak við. En... Er þetta B-kislat? Nei, þetta er bara að drepa Dabba. Já, drepa Dabba í pizzu og við fundum það fragg. Tony þá einn eftir. Kallaði Tony törrett, en þarna var ekki rosalega mikið törrett ekki við það. Nei, Solo fljúandi, Peter kýlandi frá sér. Snúkur fyrir og hérna erum við að sjá af hverju þetta er alveg svona gríðurlega hersætið það. Þetta er á í vesen, Tommy. Þetta er á í vesen, Rafle. Með 2 Pandas og Peter á móti ADHD og Wizard. Pandas finnur þau vita að Wizard hann fyrir utan, þið geta bara double-píka hann. Sikkur megin, Pandas er lág! Og Pandas að klára skotin! Pandas finnur fraggið! Þetta átti aldrei að vera ránd fyrir Þór en Rafle! Hann bjargaði þeim! Algjörlega! Hvernig, Tómas, hvernig gerist þetta?
Þetta svo slæmt þegar Vissar klára skotin í AK-num, hann horfir bara á hann. Hann á ekki HP. Eitt skot, Jón. Bara kastaði AK-num í hann og hann deyr. Það er ekki það hent flass í hann bara. Ángurinn, sko. En 11-5. Klúður. Hann tapaði þessu rándi. En skítur skiður, Tómi. Það vissulega þannig. En, þetta var fallegt flass þarna. Raflega rétt, svo missir af línunni. Pandas búinn að finna sóló. Þegar hann inn í mollan, Pandas byrjaði ekki með smókinn. Aðeins að leika sér hættuna þarna, en kemst upp með það. Alveg tilbúin að taka sitt pláss. Raflega búinn að finna Vissar til í miðinni og 12. rándi, svona innan seilingar. Virðist vera. Dómati og tætur að gera eitthvað ótrúlegt allavega til að ná. Hann er bara að fá flass út. Það er flass út. Flassi kemur eins og en hann einfallega þarf það ekki. Hann bara murkar tætana. Ok, Dóm finnur tappa. Líflína mögulega. Gæti verið. Samt ekki. 4-2. Þetta stækkar mappið eins og þar fyrir Þór hérna. Ekki standa á svona auðlösum stöðum, segir Peter. Og spreyjar hérna örlítið hérna smókinn. Þarf ekki nema 1 og 1 skot. Já, leið og heyrir og hittir. Þá getur þú látið vaða. Dóm. Hann er búinn að finna allt infóið sem hann þarf. Hann þarf þannig sé ekki að kíkja, en langar hann það. Já, af hverju ekki? En Peter. Peter! Ég á ekki orð, hann er að leika sig núna. En ADHD finnur hann, droppar þetta niður. Einn kominn inn í yellowbíð og Raflega er að snúa þar við með vappan í höndunum. Það er ekki plantið hér og það er einn í far og... 13 sekundur eftir á klukkunni, Tony finnur braggið. Glokkinn dugði ekki til og 12. rándið komið á pappír fyrir Þór. En að sjálfsögðu er þetta mapp pikkið hjá Þór, þannig að við þurfum að sjá þá í næsta mappi. Algjörlega 12-5 lélegt kaup og rétt rúmlega fyrir Sögu akkurat núna. Já, við höfum séð eins álíka virka vóksíkassa. Það er miklu betri sem Ollinsar, frábær. Já, Tony þarf, ok, Dóm þarf að finna hrækki sem hann gerir bara. Eitt við þessu. Já, vissulega, Datti bakkar inn í þristinn, fær eitt leikmann út lobby, ætlar að fyrsta hérna í... Hann er í svo miklu vesinni, finnur fyrsta, getur ekki bætt í fleirum, en hér er Raflega mættur í hjálpina, finnur fragg. Pandas finnur Vissar, þá er það 202. ADHD og Dóm. M4 komin í hendurnar á Sögu, eitt Galil á Dóm, ekki tip-top bissur hérna, en glænir smókinn í þristinn sem ætti að hjálpa til. Pikkar upp annan smók í leiðinni. Já. Dettu þeim ekki í huga að þeir séu að koma í gegnum þristinn. Nei, heldur betur ekki. Nei, flöst að koma. Hvað gætu við verið að koma hérna út? En Dóm 1 AP og er felldur. Þór 13, Saga 5. Það var svona lakklöster leikur, Tómi. Litaður af technical difficulties og ég ætla bara, þú veist, tala það, bara afsakið áhörundur að svona hlutir þeir geta gerst, bara því miður. Já. En ef við kýlum yfir hana leikirunni, þá er þetta yfirburðir Þórs svona eiginlega bara í gegn. Já, algjörlega. Það var þessi 2 ránd sem við tölum náttúrulega þegar Dóm datt út og þarna, það er svona eitthvað sem við getum snert á, en síðan var það pistol. Það voru 2 önnur ránd og síðan aftur Þór svona vippa einhverju út sem á ekki þurfin að gerast. Setja bara í gír og bara klára þetta. Ég ætla að kalla hérna út einn MVP. Ég vona að þú sett sammála mér þar. Raflega. Já, í þessu mappi, þetta var bara most valuable leikmaður. Já, það er bara 100%. Hann var að gera stórkostlega hluti hérna í þessu mappi. Algjörlega. Og gerir bara tilkalla eftir fleiru af því sama frá honum í næsta mappi. Já. Hins vegar ekki fara langt því að það er Dust 2 næst og þá fáum við að sjá fullt af appadúlum ekki fara langt. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Velkomin aftur, ljósleiðaradeildin heilsar og það var heldur betur skemmtilegur, fyrsti leikur í mótinu okkar sem við vorum að horfa á. Við erum ekki búin að horfa á live í alveg þó nokkra mánuði, þannig að það var gaman að komast aftur á skjáinn. Heldur betur. Það alltaf gaman að komast aftur í smá sér og fá að horfa aðeins. Það eitthvað fallegt við það. Endaði ekki vel í fyrsta mappinu fyrir sögu, en að sjálfsögðu eins og við erum búin að koma inn á nokkru sinnum áður. Þetta best of 3 sería. En hvernig erum við að tala klefan hjá sögu akkurat núna? Þetta var erfiður leikur fyrir þá. Þeir voru ekki inn í honum í mjög langa tíma. Fer náttúrulega í 5-2, síðan bætaði bara í endarhálfleikinn 10-2 með alveg þó nokkrum yfirbörðum og sérstaklega má bæta á MVP-in hjá okkur Rafli. Já, algjörlega. Sko, ég hef ekki stórkostlegar áhyggjur af klefanum hjá sögu. Manstu eftir leiknum í Vertigo þá þeir tapa, var ekki 12-0 eða hvað? Já, 13-0, já. Koma síðan tilbaka bara, ok, vinnum þetta bara. Ég held að það sé sá mentality í gangi núna, sko. Gæti verið. Ég vona það allavega, og það 13-5 fyrsta mapp á milli þess að tveggja liða ekki að ég var að búast við, sko. Ok. Ég var að búast við 13-10. Já, leikur. Já. Við náttúrulega töluðum það á seinasta sísoni. Þetta var triple leikur hérna á móti einmitt Þór sem að Saga settu sig í og það var bara frábær leikur, hvergi nærri því söguliði sem við sjáum á skjánum hjá okkur núna, en þú veist, ef við komum örlítið dýpra, þetta dálítið mikið af því sama og við sáum á háringinum, þar sem að Saga bara einfaldlega lítur út fyrir að sé ekki að spila alveg nóg mikið. Já, vængbróti liði mögulega sögu, náttúrulega missa út Sörk sem að held ég að sé að tellja aðeins núna. Já. Sérstaklega á móti svona sterku liði Þórs. Já, var svona difference maker og einhver leikmaður sem að við virtum mjög mikið að vera þessi gaur sem að býr til hlutina, lokar oft rándum og bara vantaði töluvert í núna. Þarna ADHD og Dom sem að hafa historikli verið líka svona lokara leikmenn. Já, algjörlega. En ég meina, ef við tölum til dæmis bara vappadúlinn sem að Rafli var að vinna á móti ADHD til þess. Já, það huge. Já. Huge, og því að akkurat liðið hjá sögu spila rosalega mikið í kringum en að vappa hjá ADHD og þegar hann ekki að virka, þá virka bara liðið ekki neitt. Og ég var Rafli að halda þessum upptekna hætti ennþá í Dust 2. Úpsí. Gæti orðið vesen. Þetta lykilorðið sem að mér langar að taka í hvernig verður þetta í Dust 2. Því að aftur, þetta vappamapp, sko. Já, algjörlega. Þetta oft kallaði leikvöllur vappana. Já, heldur betur. En ef að Saga pikka Dust 2, þá ger ég sterklega ráð fyrir að þið séu með eitthvað svona í bakhendinni, eitthvað allavega, betra en Anubis. Ef við förum örlítið yfir það líka, bara þú veist, við erum búin að sjá Anubis gríðlega mikið, núna kemur Dust 2 stertinn, sérstaklega í best of 3 seríunum, þar sem við erum að sjá það meira og meira pikkað inn, sérstaklega af, quote unquote, underdog liðum, sem eru með sterka vappa og svo framvegis. En hvernig hefur metan í gegnum síðast 2, núna tíman sem við erum búin að sjá, búin að breytast? Því að hefur töluvert mikið breyst í kringum Dust 2? Já, og sko breytingarna bara, þú veist, kannski ekki endilega bara í síðast 2 en bara svissa hurðinni, lækka þannig að þú getur ekki hort í gennum hurðina, segja doppeldur í miðju frá terspóni, þetta eru svo rosalega mikla breytingar og sama tíma kemst CT-in yfirleitt alltaf frítt í neðra eða upp miðju, tiltölulega erfitt að spotta það, þetta eru mikla breytingar og það var erfitt að spila þetta mapp þegar þessar breytingar gerast fyrst. Sérstaklega bara með Suicide eða að glugginn, þú getur ekki hort lengur frá terspóni yfir í miðju. Það var brekka að venjast í. Allt í hennu bara 7 CT-ar konur upp miðju og þetta var bara vesen. Við talum ekki þegar þið breyttu náttúrulega nýverið að þú getur self-boostaðir upp á shortið. Það að fá 2 leikmenn þar í support, sérstaklega fyrir leikmenn sem í neðra, þannig að CT-arnir eru að berjast meira shortið, miðjuna, neðra og þú veist, jafnvel spila minna inn á longið sem var náttúrulega rosalega mikið hluti sem að var að gerast í CSGO. Það var bara nærlonginu og síðan getur við gert eitthvað annað.
En samt, mér finnst þessi breyting að þú getur hoppað upp sortið ekkert eitthvað brjáluð breyting. Já, kannski vitlaust þú að segja það, mér finnst þetta ekki vera þessi rosalega breyting sem ég átti von á hún yrði. Þú veist, þetta er svona underwhelming breyting á mappinu, finnst mér. Mér finnst þetta, sko, ég ætla að taka alltaf annan pól í hæðina. Þetta er nákvæmlega breytingin sem að ég vill sjá á svona gamal kunnu mappi. Bara breyta einhver hér. Svona. Já, bara svona, hvað gerir þetta við metina? Já. Sem að ég er stundum hrifin af út af því að þú ætlar ekki að taka mapp út eins og Vertigo og bara gera það einhverju abomination. Þá allavega getur þú tekið mapp sem að, já, let's face it, þú veist, þó að margir finnst ekki gaman að spila þetta, þú veist, þetta er geggjað mapp. Já. En, þú veist, alla breytingar í Dust 2 í kennum árin hafa verið þessi litlu breytingar. Það er, þú veist, að snúa hurðunum og, þú veist, eitthvað pingu lítið dót, sko, þetta breytir mappinu svo galið mikið. En, Tómi, erum við ekki á leiðin í live? Ég er bara til í að kíkja inn í leik bara þegar það er tilbúið. Já, það er tech-pása. Það er tech-pása? Já, blessaði, vertu maður. Við erum í sama farinu. Já. Við erum fastir. En, það er allt í leið. Já, þú veist, já, allt í leið. Ef þú ættir að tippa akkurat núna, staðan er 1-0 fyrir Þór. 2-0. 100%. Já, ok. Ég bara, miðað við hversu vel Rafle var að spila í síðasta mappi á móti ATHT sé ég bara ekki Þetta er beint á B. Saga í sensir. Smókur fyrir hurðina. Matti yfir Pandas með 2 solo flassaður hins vegar. Nær einum tilbaka en það eru 2 ennþá inn á sætinu. En Dabbe hittir eiginlega bara engum skotum að það. En þetta finnst mér áhugavert. Dabbe er að taka fæstin alveg, nei, Tony segi ég og Dabbe, já, bara fela sig. Já, bara fela sig. Safety first. Safety first. Auðvitað Oddin, bílbelti og allt það strákar. Oddin á hettuna og áfram Ísland maður. 1-0 Þór á móti Sögu í Dust 2. Já, að sjálfsögðu þar sem að Þór, þetta er mappi sem er pikkað á móti þeim, þá fá þeir að pikka sætið, pikkuðu CT, svo sem, þú veist, erum við að favora Terrana, CT-ana, er þetta ekki bara nokkuð jaft? Jú, vissulega, mér finnst þetta alltaf vera bara einhvern veginn öllum að Terrana. Tony, búin að finna einn, ekkert meir. Ekki hrifin af því að hann sé einn manna í þessu rándi. Nei. Sérstaklega ekki inn á sætið. Nei, alveg smá steik Pandas búin að finna við, satt 4-3, retake. Pítur í hurðinni að skjóta öllum skotunum úr þessum skát. Þeir eru bara 2 á sætinu, ATHT fyrir utan bílóbíð, það er leikmenn að koma að þanga með M4. Herru, það er maður bara á spóni og þá er kallað go. Það er max 2 á sæt. Já, finna þá báða og þá bara að halda lobbyinu. Hann er með skát. Og já, finnur glokkinn á Pandas en þeir geta bara sitið á bombunni, 10 sekundar diffuse og bara þægilegt. Já, ekkert vest. 2-0 Þór gefa hins vegar plantið og svo Saga gætu faktið sér keypt hérna en það er svo sem ekkert viti í því. Ef þeir hefðu drepið 2 viðbót, ef það er 1 lifað hjá Þór, þá er þetta 100% kaup Sögumegin. 100%. Já, ég sammála því. Og þetta er svona litlu hlutirni með efnahægin í Counter-Strike sem þú getur leikið rauðið með og tekið smá sjensa. Já, þetta betur. Ég fyrir flösa það. Akkurat. 2 að spila inn á B-inu í byrjun. Alltaf eru búin að sækja 2 á B-ina í röð. Tóku longið og þá er shortið á miðjan alveg opinn. Dabbi er búin að róta það yfir á shortið og það gætu hlaðið í mid to B en við erum búin að sjá minna og minna af mid to B. Já, mér finnst yfirleitt vera mid to A vera núna eitthvað þeng. Já, mid to A. Smóka páðu megin í miðunni, fara í gegnum smókin CT. Líka hóta mid to B og fara síðan bara bjöð. Já, við höfum alveg séð það. Soloðis að með skemmtilegt hugskotana á Tony og þetta opnar A-slætið töluvert upp og við sjáum rotations hérna, koma ekki um CT-spónið. Þurfa eiginlega að sína afslátt hérna. Þetta gæti enda illa. Gæti. En, sem hvað gerist. Þetta er að leita að finna fraggið sem og Pandas að bæti í solo búin að finna að dabba. Pítur kaldur 2. Leikmæri er að lappin á bíð akkurat núna. Sjokkerandi að hann sem er bombun á sér. Dóm finnur þessa Rafle og það er alveg biti. Hins vegar einugis með deiglu. Þetta er samt, ég ætla að segja þetta sé gerulegt.
Já, velgeranlegt. Dóm með deglu. Aldrei ves. Flass gerum hurðina. Blindast ekki, en Peter finnur samt sem áður frakkið. Bomban diffusuð 3-0. Gera mikinn skada samt á efnahæginni og Þór. Má ég samt benda bara á svona pingu lítinn hlut. Þú mátt það. Að tókst þið eftir því að gamla Þórsliðið hefði stakkað sér saman og double-píkað og átt örlítið meiri svona sjens á því að tapa rándinu. Já. Á meðan Rafle var þarna í tradable stöðu, flassar fyrir leikmann sem endrjar og kemur síðan beint. Já. Og svona lítill hlutur sem að þessi strákar sem kom frá Dusty eru klálega búin að koma með fyrir lið. Algjörlega. Mikið lagt upp á teamplay á Dusty og frábært ef það er að smitast yfir í aðra leikmenn. Flass þannig á honi miðana fyrir shortið. Ef það er eitthvað framlóð short, þá blindast hann svona. ADHD að leita á shortinu Grenslókin. Pandas gæti verið fundin hér. Já, hann... Mikið skada og hérna hann að falla fyrir Dóm. Þetta var aðeins og tæft. Rafle. Finnur frakkið á Dóm. 4-4. En ADHD að finna Tony. 3 eftir Dabbi, Rafle og Peter. Rafle, nei. 3-3. Tímasningur hana ADHD fallin. Þetta er vappin þeirra sem liggur í valnum. Mitt og bísmókur og þeir er alltaf beint á bíð. Og þá er Peter í eldlínunni vinur. Já, Peter er í vesinni. Peter á móti 3, finnur engan. Rafle og Dabbi núna í ríteikinu 2. Eiga molla, eiga pluss á Rafle. Erfiðast að sæk til að ná tilbaka á terrunum, sérstaklega þegar eiga helling af útfili. Algjörlega. Dabbi tekið. Og jarðaður, já. Hlýtur að vera, eða er Rafle í... Hann er í stuði. It's him. Það er svo leita. I'm me. Er Rafle him með? Þetta var Lame Adele. Nei, ég segi svo. 3-1 fyrir Þór. Og já, Þór, þeir sko mögulega gætu, nei, þeir aldrei að fara að kaupa. Kaupi næsta. Dabbi kaupi samt armor, hann er að hóta. Já, þeir eru að kaupa. Skáta Peter, vappi á Rafle og þarna þurfa augun okkur að vera. Já, við þurfum að flýast með Rafle á þessum vappa. Smókur hérna. Midpush, akkurát núna, Pandas frönd fyrir fylkið þar. Vesinni finnur ekkert solo og vis og finna frökkinn. Það er kaup strax og eru vond fyrir efnahægina Þór. En Rafle verður að gera eitthvað útlögt ef að Dabbi gerir það ekki. Tætt! Þetta var skot, Tómi. Þetta var litla skot. What a toit angle. Toit angle. Það var svona leiðilega breskur eitthvað þannig er. Það var ástralst helg. Ástralst? Já, þetta klikkaði eitthvað. Þetta voru eitt rífrag á Pandas með M4 upp miðju sem hann nær ekki. 8 back up 5-7 hana. Síðan var annar langur fight sem að hefði átt að vinnast af Dabba í neðralópi með MP9. Þar sem hann kemur og tætir að horfa á shortið. Og síðan mjög fallegt skot hjá tætirindar á shortið. Og rándi búið. Já, rándi búið. Er að býta í sig núna hafa keypti sér þannig. Tony að kaupa R8 Revolver. Já. Þetta vil ég horfa á. JL að Ragleðis og Tony. Hann er að mörgum engum. Uspaður hérna en að sjálfsögðu 5 leikmenn að skjóta. Tony. Solo búinn að finna 1. Reynir að bæti í sér alltaf í en ég getur smókinn. Tony búinn að finna 1 með R8-unni. Já. Jafnaður svona. Herðu, sjáðu hápíðu, Tómi? Ég á ekki auka til jól. Hvað er ekki? Þeir eru 3-2. Hvað gengur á? Þeir eiga að móla. Bombarinn komið niður, engin hitt. Klíra út. Ná ekki að klíra út bílinn með þessum móla en halda það mögulega. Ná að klíra út til að molli í glugga. Verða þá... Nei, hann mollaði sjálfan sig! Hætt! Og hér Dóm 1 á móti Peter. Peter ekki við kitt. En hann er með smók, hendur smók á bombuna. Hann verður eiginlega bara að stikka, Tómi. Tíminn og er vel pirrar. Dóm að vinna eða ránd lukkulega fyrir sögu. Hvað gekk á hér? Þetta hefði getað farið helviti fljótt í vaskinn. Mollaði sjálfan sig á díföldinu.
á ekki orð, Tommy. Þetta svona eitt af þessu rondum sem að hefði sendt klefan sennilega í gólfið. Já. Engin tími til að diffjúsa blessunarlega fyrir sögu, en staðan 3-3. Þetta var R8 revolver og uspur. Ótrúlegt. Tætt núna í vesna. Dabbi finnur fara ekki á tætt. Tóit, eins og Tommy vil segja. Nei, vegið hans var tóit. Okay. Hann er bara tætt. Okay. Tóit. 3-3. Hvað er það? Ekki neitt. Vissart 8 líf á honum. Hvað að reyna að finna? Lítið að finna hins vegar. Leikmaður á stjórniskonunni og hoppið upp á kassan og það. Þetta er skemmtilegt offengur sem getur tekið þegar að labba út hurðina. Þeir eru komin örlítið í gegn. Dom leitar, finnur engan. Peter halda sjortinu, jinkla þarna með mollan. Mittu bísmókar, flassið út. Daur, blindur, rafle. Alveg gjörsamlega. Og nú er þetta orðið VS, tilbaka inn í miðuna. Peter jumpspotta hérna. Það er bara sjortið. Það er bara sjortið, en þeir búnir að bakka, kominir í CT brekku. Geta mögulega tekið á móti þessu gott flass. Solo kemur núna skvaðandi. Kemur að vera í brekku. Nei, ekki fyrst. Tony finnur frakkið. Peter eins og að feldu 3 á móti 3. Það eru eitt hann að frakkið, það planta fyrir sjortið. Einn á sjortinu, hann er low! Nær að cancela plantinu. Panta sér að koma í bak. Dabbi komin í brekku, komin langt og finnur frakkið. En Vissart og þá var bara einn eftir og það er Dom. Panta beint í challengeið og þeir eru svo lágir hérna hjá sögu. Dom, 31 HP. Nær að undirhanda smókin, nær að kaupa sér öllítið plásum. Það er uppan beint í hausinn! Af hverju að reloada? Þau voru með uspu. Þú veist hvað rugl er þetta? 4-3, Þór taka fram úr. Næ, CT hálfleiknum, Pandas með hetjulegt play. Rétt rúmlega, smá BM. Af hverju ekki? Já, ég veit. Af hverju ekki? Always fair in Counter-Strike and Love, eins og þeir segja. Já. Hvort er betra það eða blikkin eins og hestur með blötu? Það er náttúrulega besta komment sem ég hef. Náðirðu Boomer Facebookinu? Nei, ég hérna... Þú verður að sjá það. Það er fínt. Herru, Dom með vappi. Við erum að koma það í. Ok. Náði frakki með vappanum hans. Og nei, fyrir longjörgla. Já, 100% sko. Eða að ég hátti sér bara búin að þroskast og tilbúin að gefa vappan þegar hann er ekki hitt hann. Efast það. Fail smoke þannig á Xbox í miðju. Já, fail smoke líka bara fyrir utan longlobbyið sko. Já. Það var eitthvað utilránd sko. Vissart er að fara að gegnum að smóka þetta smá. Heldur það? Já. Mögulega. Já. Jú, þetta timing rafle, veit núna 100% af honum. Hann er störflindur í miðunni, nær einhvern veginn að koma sér í köpið þannig að lifa og finna fragg. Ég ætla ekki að láta kveiki mér í dag. Kemur uspan á Peter. En þetta er 2v2 retake hérna inn á bíinu, bomba komið niður. Og það er kitt á Peter, lítið util eins og það er eitt flassa eftir, engin smókur. Tætt. Þetta er svo böggandi. Já, þetta er leiðilegt engul sko. Þetta er svo böggandi. Hérna kíkir hann og þeir finna báðir sikkert flaggið. 4-4, Saga. Ætla að halda sér í þessu leik, Tommy. Það er bara nákvæmlega svoleiðis. Spila töluvert betur hérna persætið heldur en þeir gerðu, já, þetta CT-sætið sem var að ekkert upp á marga fiska í Anubis. En 4-4 er staðan. Hvað viljum við sjá Þór ná mörgum rándum hérna? Erum við að, sko ég hugsa að þetta sé bara 6-6 hálfleikur. 6-6. Já, 7-5 hérna í besta falli fyrir Þór. 7-5 fyrir Þór. 7-5 fyrir sög. Já, meina það? Jæja. Ég satt alveg að finna frækjum. Mjög lára eftir þetta. 2 HP á honum. Það
Er þetta nýju eða? Já. Matrix 8? Það er ekki búin að svissa distlu. Þetta er uspulið. Mundu það? Já, góð punktur. Góð punktur. Við fyrir að feita hérna að ADHD krækir sér í eina mökru, hann ætlar að búa til pening. Já. Ættaskipti í AK núna. Það er AK-in. Peter náður sér í deglu og hljóp í burtu. Hann á bílum, nær frakkinn á ADHD. Það geta fletti að ná í hann að AK bara. Peter með dóm líka. Já. Við erum kaup í næsta rándi. Já. Þetta er áhugavert. Spurning. Ég held að, sko, ég er nokkuð sem 6-6 hálfleikur. 6-6 hálfleikur? Já. Ég stend fastur á 7-5. 7-5 fyrir sögu. Já. Já. Ok. Jæ. Eru henduð þessum vappa rakleiðis á dóm. Æ. Þetta er, já, áhugavert. 3 á móti 3 núna. Vizard búin að finna raflega í gennum Smoke. En allt í kjörum eins og þannig núna tætt fyrir utan Alibi solo að bakka terspóna. Hér er Peter að finna Vizard. Mjög riski. Sjáðu tæmingið hérna. Pandas að finna tætt sem og solo 5-5. Rísastórt þarna frá Pandas. Byrjaði vel á að Rafle finnur pikki á ADHD snemma og eins og þú varst að tala í byrjun Dust 2. ADHD er ekki í stuði, ekki að finna pikkin, ekki að búa til aksjón fyrir liðið sitt. Þá er allt að falla sjálft sig. Já, algjörlega. Gæti verið vendipunktur hérna, hins vegar deglu kaup hjá sögu, kaup sér alveg niður og þetta gæti verið 7-5 fyrir Þór sem að þú óskar eftir. Nei, það var 6-6 þetta. Nú flössuna hins vegar, Tony með fyrsta, Tony með 2. Já. Svissar í P2000 og reynir að finna einhverja fleiri. Spurning hvort það náið því ADHD í bélobíinu með bombun á bækinu. Hann er bara gefins bíðsætt, Tómi. Það er annað skiptið í þessum leik sem við fá bara gefins plant á bíðinu. Já, algjörlega. Dabbe, hann er með þess að smóka hérna út bélobíð, þannig að hann geti bara haldið því. Já. Tóni fyrir Vizard, vita af plantinu, smókurinn komið. Þetta er svo ógerlegt. Já, þetta er... Og ADHD hefði þurft að finna frakkið bara í fyrsta skoti og hitta öllum hinn líka. Já, 100%. Tómi, vendingar. Já, við vorum að frétta einhverju vendingum. Já. Þú tilkynnaði ég. Já, ég skal taka þetta á mig. Leikur Ravík og Hattar verður ekki spilaður í dag. Það eru það mikil server vandræði að leikurinn verður spilaður seinna. Já, bara svipað og við erum búin að upplifa í þessum leik í rauninni. Já. Þeir byrja hins vegar aftur með stöðuna 10-4 fyrir Ravík í Inferno. Já. Já. Það er staðan á hinleiknum í dag. Já, þannig að ástæðan fyrir að við gáum ekki status update er ADHD. Skátar hérna Rafle, Tony flassaði næst solo en þeir eru fleiri komin út hérna. En hér er að tæpa ADHD sem að lifa 2. Hún vastar út longið hérna og Tony kemur sér í örugga stöðu. Inn í næralobby eins og að Dabbe búinn að koma sér þangað ekki fyrsta skipti í þessum leik. Tæta þennan Dabba, það verður orðið gerlegt, 2-2. Var hann ekki fullarmur? Pandas á bombuna hérna núna í bélobíinu, vel staðsettur Tony finnur ADHD 7-5 Tómi, alveg svo spáður, bara ekki alveg réttu stöðum. Já, það er alveg hárrétt hjá þér. Já. Þór náðu þarna góðu rándi til að skella sögu í degluránd og leita þetta ansi vel út þarna fyrir Þórsara en spurning hversu, já þeir voru náttúrulega ógnarsterkir í Tersatur í Anubis. Já,
Algjörlega, og spurning hvort það geti boðið okkur upp á eitthvað svipað hér. Það er gaman að sjá hvað liðið Þórs býður upp á í Dust 2. Mappickið hjá Sögu. Takk fyrir Bent. Enn og aftur ADHD með C-setu og grensu, þannig að C-setan, þetta er ekki keypt bara upp á fönnið. Þetta er eitthvað, það er að leika sig með hana. Af hverju að kaupa þessi kit þegar þú getur keypt C-setu og grinu? Já, maður segir það. PT50 eins og það er á rafli alveg gjörsamlega. Það er ekki hann. Já, þetta... Já, það var ekki mikið til að tala í þessu rondi. Þetta var bara þokkileg... Þetta var bara long take, náðu frökkunum sínum, bönduðu bombunni og Saga kom engum vörnum við. Já, þeir voru svo sem í ákveðnu B-stakki sögumenni. Við gefum þeim það. Það er erfitt að bakka þegar það kemur long take. Það er erfitt að bakka í góðar stöður út frá því. Já, vissulega. Smókur hérna í mitt hurðina, grensina bíð, grensina ekkert sektur. En skemmtilegt súskil hérna á Pandas frá Wizard. Skápinn, vá. Já. Ráflega, gjössalega jarðar hann. Og býður núna bara Dóm. Og þá er það tætt. Hann er nú yfirgefinn og verður jarðsunginn á sítuspóni. Langholtskirkju. 9-5 fyrir Þór. Og spurning hvort að Saga að koma einhverju vörnum við núna. Þið verða eiginlega að mynda einhverja vörnina til að gera þetta einhverju leik og eiginlega er þetta rondið sem þeir fá. Þetta er ekkert speskaup og þess vegna er ég ekkert rosalega hrifinn af þessum kaupum. En bara fyrsta kaupið í þessum hálfleik fyrir Sögu. Jips. En duga að drepa eiginlega bara í þessu rondi. Pandas komið langt út miðju, komið hjá glugga, finnur frakkið og Tony, já, hann drepa bara Pandas. Af því bara, af hverju ekki bara jafna aðeins í þessu? Ég held að sé ekki eins og í fyrsta skipti. Nei, ekki. Tony jafnaði hér. Hætt, gjörsamlega að bjarga Wizard. Já, flassaðna raflega eins og að er stutt frá því að ná einu frakkið þarna, einn að hoppa upp í hefðinni, það bæta saman, sátt í hausinn. Þetta er galinn hefðin. Þetta er galinn hefðin. Já, það hefur verið óvart hopp. Ég veit það ekki. Spurning. En hann var alltaf í advantage sem hann bara kýrða það. Nefnilega. Það sem að þurfti að ske fyrir Sögu gerðist, lukkulega. Já. 9-6. Fyrir Sögu og fyrir okkur að ná þriðja. Já, heldur betur. Heldur betur. Rafli hins vegar á vappanum hér. Það ber í vesinni. Hann er góður og tætt með 2K. Grensa er frábær! Vá! Þetta var bara gjöf. Nei, ég á ekki auka tekið orð. Það gengur á hér. Ég er ekki ánægð með þetta. Ég myndi þurfa taktíkal bara eftir svona. Sko í fyrsta lagi, þeir eru ekkert í sérlega góðum málum, þar sem að 2 leikmenn eru lágir. Búin að spotta 1 leikmann að þetta er mjög taktísk grensa, kastarinn er nákvæmlega þannig að hann þarf að committa að taka damage. Algjörlega. Dóm. Ég elska þessa pósu. Þetta er frábær pósa. Já, Flask kemur ekki út. Það er frá frunni miðuna og þeir lappa út miðun núna, komnir út 3. Og Dóm fyrir skada en ekkert rosalega mikið hins vegar. Nei. Bakka var lengur leiðan að fara á sjortu og komið bak miðju. Solo er í hins vegar í vesinni. Nær 1-2, hann er ekkert inn í vesinni. Hvað er ég að segja? Rísastórt en Solo er eini leikmæri sem á eitthvað rosalega mikið HP hérna. Raflegin sem er vappan í höndunum. Ekkert besta vopnið en neglir skotið. Spurning hvort hann ætla að skipta yfir í M4-in í kjölfara á þessu. En það hefur tími til að skipta yfir aðeins. Þeir eru báðir í lobbyinu. Hann er að leika á þá eins og fiðluna. Þeir heyra að Dóm heyrði í honum hlaupa. Gamla góða blokkflutan hérna. Eða hvað? Jú, það slítur að vera. Það getur ekki að vera. Short plant og þeir eru báðir að fara þangað. Svo... Auðvelt. Lukkulega var hann haldandi á vappanum fyrir Sögumenn. Já. Sagarar eru ánægðir með þetta.
leið og hann horfður tilbaka, hann hefði svo mikið geta gert þetta allt með M4 í höndurum. Já, Glock, one hit. Já. Easy. En, höfðu alltaf vera hér og vera vitur, við vitum það. Já, ég meina, það er erfitt að trakka svona dæmið, sko. Já. Svona þetta var grensa út long smoke sem að gerði tölufanna skaða. Algjörlega. 9-7 og Peter er með R8, Pandas er með R8 og Tony er með R8. Þetta er bara... Þetta er agabrott. Ég held að þetta eigi jafnvel við einhverja reglur bara í Rísi reglubókinu. Við gætum þurft að lesa hana í gegn. Já. Ef að ADHD er að deyja aftur út af R8, þá þarfst að vera að endurskoða þinn gangi. Já, ég meina, hversu... Er þetta ekki 100% accuracy þegar þú heldur henni inni? Já, svona nánast. Jú. Bam, bam, bam. Þetta er svo... Ég fíla þetta. Já. Ef einhver Peter með R8, já, áhugavert. Það er samblanda. Þetta er svona ákveðin leikmenn sem getur púlað þetta. Já, þetta er líka mikil hótun þetta hljóð. Bam! Já. Þetta er... Þetta er ugly. Allir með einhverja six-shootera. Clint Eastwood, Kantinum, John Wayne. Vissart. John Wick. Vissart halda hún að leita á keitur í vissinni. Fundin af Rafle. Rafle er allt í öllu, Tómi. Já, hann er bara algjörlega frábæra seríu hérna. Það er að sjá hann konur lengra inn í deildina en Solo með 2K til að loka þessu 9-8. Staðan ennþá í Þóri Vil en það er stutt í jöfnun. Algjörlega. Og sko, er þetta ekki rándið sem að jú, þetta er eiginlega rándið sem að Þór þarf að vinna til að koma sér aftur inn í einu leik. Það er nákvæmlega þannig. Þetta er eins og Tæt heldur áfram bara að raka inn tveimur auðveldum frökkum á loginu. Þetta er bara eins og horfa á Carmelo Anthony Denver Nuggets, sko. Þetta er bara þristur. Þetta, hann gerði það í sama í síðast gönnróndi. Já, þetta er svo einfalt. Ok. 9-9 orðin staðan í eða hvað, Pandas 1 eftir á móti 3 og heldur hér að Vissart nokkuð auðveldlega. 9-9 orðin staðfest. Ekki bara ég að reyna að vera fyndin. Ekki til kaup í ráðstáðunum með Þór. Nei, og núna er Saga í dauðafæri að komast þetta yfir og ná fullum völdum á þennan leik og setja þetta í 1-1. Vapp í höndunum á ADHD, þannig að eiga svona allt í lagi leik og svona heilt yfir þegar lítur á liðið þá eru þeir að fragga allir frekar jafn. Það er að reyna að finna eitthvað þannig að ekkert til að finna hins vegar. Hann missir einungis 38 HP. Mollin hefur lent akkurat þannig að hann einhvern veginn hann er bara stórfættur hljópar yfir hann, nokkuð fljótt. Álpappír og Álpappír og kettir, það er skemmtilega blanda. Já, ég er að prófa það. Það ekki? Jú. Hlæja mikið af slíkum myndböndum og borðið eitthvað köttur og síðan tegur hann bara Boeing 747 í burtu. Já. Þeir eru hætti við þetta, sko. Galið fyndið, sko. Ég veit ekki alveg af hverju. Nei, ekki ég heldur. Ég er ekki köttur. Newsflash. Smá tígristýr í þér. Nei, ekki einu sinni, sko. Ekki einu sinni. Slett ekkert að frétta í þessu rondi fyrir en núna loksins eitthvað aðeins að hitni í þessu. Peter. Hræðsla í þósfurum minna. Já. Sem er eiginlega óskiljanlegt. Þannig séð. En loksins einhver að falla og það er Peter og Pandas. Rafli loksins fær skátinn í hendurnar. Blessi. Já, það er ráta aftur.
Ferrandafrag og ATHT lokar sem 2 frökkum á vappanum. Já. 10-9. Saga komnir yfir, Jón. Og Sagar hann trilltust inn að fram í sal, sko. Það eru 2 Sagarar að lágmarki. Sagarar? Já. Já. Ég veit það. Að lágmarki. Er það ekki einhverju sem komu sérstaklega til að horfa? Jú. Og eru svona kæruleysi inn að frammi, sko. Kæruleysi frammi. Já. Maður svo kæruleysi í þessum hitta inninni. Já, já. Já, ég vissi það. En það er hérna self-boostið upp á shortið og þegar það mæta þar, gefa langið, það er einn að halda því. En Rafli hinum með smókin Vissar vill ekkert með þetta hafa. Nei. Titans var nær búðfrakkiðan á Peter annars á mappinu. Ég held að boostið upp á A væri bara sjálfdutt eftir kassan kom. Skallar greinun á Tony og heldur áfram vill komast nær sem að gerir finnur frakki á Vissar. Þá er ATHT einn upp á sætinu komin í Gandalf og það er annar maður og það er Dabbi, hann er feldur. Hins vegar á sítsmóninu, það er tætt, hann getur heldur að hjálpa hérna til, gæti lörka smókin þetta. Hann er að gera tætt að lappi ekki inn á smókin akkur. Finnur ekkert! Tony, þetta er ekki fragg þú átt að ná! Þetta er svo mikið Tony fragg, mollið upp á sæt, tanda sér að brenna og hann er bara brendur alveg. Og ATHT að finna Rafli og þá er bara einn eftir og það er Tony, hann er á bíl. Þetta er gafið að velja sér, sko. Hann er einhvern veginn að bakka. Og ATHT klárar þetta á M4-unum og þar með höfu það 11. rándið komið í hús. Þetta var langmesta dauðafæri sem Þórsara hafa verið í. Hérna til að krækja sér ránd á seinni part, seinni hálfleiks. Algjörlega 11-9 Tommy. Já, hann er bara að byrja að afskrifa hérna Þór og við erum bara greinilega að fara í last map. Já, og hoppa yfir í núkið, það væri nú eitthvað. Ég þori samt ekki að afskrifa Þór. Ég þori í. Ég þori í. Aha. Gera það bara núna. Aha. Saga eru búin að vinna, döstu? Það er svoleiðis. Áhugavert. Ef að... Já, það getur allt ekki. Það er nákvæmlega svoleiðis. Já, maður, það er alltaf smá eldur í þessu saman. Já. Það er að finna Rafli og er þetta fyrsti lík? Ég veit ekki hvert. Er þetta fyrsti naglinn í kistuna? Já. Líkkistuna? Það er sem ég ætlaði að segja. Ég bara snýri aðeins upp á þetta. Já. Aðeins að slá saman, maður er svo kærulaus inninni. Já, það er alltaf í boltanum, sko. Þetta er mjög áhugavert. Hvernig? Já, tætt. Finnur frakkið. ATHT að finna Dabba og það var bara Peter og Tony fer eftir á móti heilbrigðum sögurum. Segir það. Það hefur svona heilt yfir ekkert verið rosalega bitstætt hérna í Döstu fyrir Þór. Skiluðu ágætis árangur í CT-megin að sjálfsögðu, skjóta mjög vel frá sér. Til að íta tætt inn á síðspónið, Peter finnur Vissard og þá einn leikmaður strax samt eftir á longinu. Þetta kom á bombur niður en þetta er óþægileg staða sem eru í akkurat núna. Það eru sögumenn allt í kringu þá. Það er short, smókur og þurfa að finna frá sér. Peter þess að byrja en solo með rífrækki beint tilbaka. Þá er Tony einn eftir upp á sætinu. Finnur fyrsta 2 HP á Tony og hann er feldur af Dóm 12-9. Tommy, þú ert búinn að afskrifa Þór þetta plant hins vegar. Gefum örlítinn pening til að geta keypt inn í þetta ránd. Er þetta vonarnestin? Já, er þetta OT-nestin? OT-nestin? Já. Gæti verið. Þetta eru samt bara 3 ránd í röð. Þetta er ekki það mikið. Nei. En miðað við það að þeir eru búin að tapa 7 rándum í röð. Já. Þetta er bara svona. Já. Gæti verið vesen. Ég er bara svo núk. Það er sammála, sko. Mjög svo sammála. Núk þörn? Það er ekki blótt það er. Nei. Longið koma er streif á fullu vita af öðrum leikmann fyrir aftan smókin. Hann á ekkert HP, Tony á 2 og hann er seinasti leikmaðurinn eftir einu frakki frá því að tryggja okkur núk. Og ATHT leitar með diglunni
Lár hann? Geranlegt? Nei. Grensan springur alveg til að loka leiknum og þar með 13-9 niðurstaðan. Já. Og þess vegna elska ég best of 3. Sammála. Það svo fallegt að við séum að spila best of 3 upp á nákvæmlega þetta. Já. Þór Valta yfir fyrsta mapp, Saga kemur tilbaka í seinna mappinu og þriðja mapp sennilega einhver barfight. Barfight. Já. Á þeim orðum þá kveðum við í smá stund. Núk næst. Það barfight? Veit það ekki. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
jafnt í þessu einvígi milli Sögu og Þórs. Við vorum að enda við að sjá Dust 2 falla til Sögu og þar að leiðandi þurfum við að fara í Núk. Já. Veistu hvað er eina sem getur bjargað þessu? The one. Já, one. Eina sem getur bjargað þessu kvöldið. Já. Segðu mér það. Velkomin í Setarkríki. Úff, vá. Hvað er langt sinni, heyrðu það? Það er smá. Það er ekki bara 4-5 mánuðir? Þetta er orðið mýmaból, sko. Já, ég býð spenntur, sko. Já, það er bara þannig. Það er alltaf hana, ég veit að server er komin upp og fólk er inn á server og við ættum að fara inn fljótlega, en bara svona meðan við erum að bíða til því, þá allavega að gera örlítið upp leikinn sem við vorum að horfa á og bara bíðum eftir því að komast inn á server og það eru bara skipt á okkur. Ef við rýnum yfir hann leik, þá þennan Dust 2 þarf að segja. Það var alltaf ömurlegt fyrir Þór. Þeir voru rosalega bitlausir termi og það veldur mér dálitlum áhyggjum upp á Núkið. Já, þetta var, ég veit ekki, þetta var eins og að allt í einu spiluðu Þórsmenn, ég man ekki. Já, Þórsarar. Það var allt í einu byrjaði að spila eins og þeir ætluðu ekki að tapa í staðinn fyrir þeir ætluðu að vinna. Já. Og bara svona einhvern veginn bara svona fóru inn í sig og ég veit ekki, þetta var voða eitthvað skrítið. Þessi var líka bara leiður ætluðu útlóng, það var tætt komin til að berja á. Mér finnst samt eins og getur verið miklu meira að spila upp á miðjana núna. Spila upp á shortið, taka bara midsmokinn, þú veist, ná ATHT, þú veist, aðeins dýpra inn að B-inu. Þú veist, þeir geta 100% horta á þetta demo og bara hversu oft fóru út long og það var eiginlega bara, þú veist, af hverju gáðust ekki bara upp á því, gerum eitthvað annað. Já. Það er alveg hellingspunktar að taka fyrir Þór í Dust 2. Já. En ég vilja að Þór sagði eitthvað vera að spila Dust 2. Nei, virðist ekki vera. En já, ef við förum örlítið þá í Núk sem við erum alltaf að fara í. Eitt sem að verður að hafa í huga er að Saga með allan að 4 leikmenn, mínus kannski Wizard og plus Sörk þá, þeir voru gríðalega gott Núklið. Já, Sörk úti var force of nature fyrir Sögu. Já. Og ég veit ekki alveg hvernig það mun spilast upp í hendunar á Sögu núna þegar að Sörk er komin úr liðinu. Já. Hvernig þeir munu spila Núkið, eða hvort það verði eitthvað breyting á hvernig þeir spila. Ég efast það. Já. Og að sjálfsögðu þá hnífuðu upp á lið. Já, hnífuðu upp á lið í þriðjumati. En það var áhugavert. Já, alltaf að Saga vinna það og þar með væntanlega vel að sýti með inn. Já. Og þá í rauninni fáum við að sjá strax í byrjun hversu vel eru Þór stemdir í sterkt T-side hér. Því að ég held að það sé galdurinn. Já. Því að við vitum að Saga eru mjög skemmtilegt tersætt lið í Núk. Já. Gleymum því ekki að þetta er búið að breytast það mikið og við erum kannski ekki vöndi, en þetta er fyrsti og eini leikurinn sem að þessi 2 lið spila á þessu tímabili. Já, það er dálítið sem við þarna erum lítið búin að minnast á. Það eru 9 leikir spilaðir, þú mæti bara liði einu sinni. Já, ekki 3 svar. Þetta er ekki 3 heilar umferðir af best of ones 2 eins og í fyrra. Bara mætir þessu liði einu sinni og bomban er á liðinu upp og það eru niðrið samt sem áður og allt í apaskýtt. Já, 2v2 samt, Solo og Wizard. En hvar er bomban niður? Liggur undir Heaven. Það er vesen. Það er svo smálega geranlegt. Pandasur afleið þetta dúo eftir og þá er það bara Solo hinum einn sem að eftir lifir. Hann veit hvar bomban liggur hann bara beint undir Heaven. Og hér kemur Pandas út Heaven, þegar fætinn, Solo finnur einn en ekki Rafle. Rafle beilar það út enn og aftur, var stórfenglegur í Anubis. Já. En loksins. Ekkert svakalegur termiðin allavega, en góðu síti megin. En Rafle aftur að vakna upp úr dvala hér í Núk. Já. Spurning, viltu predikta hann að leika eitthvað, Tómi?
Ég held að Þór vinni þetta. Já. Ég held það. Stórt eða Nei, ég held að þeir vinni með þess að dálítið tætt. point. Bara mjög svona Já, 13-10, 13-11. ok. Mjög tæft. Sko, hjartað segir að Þór vinni. En heilin segir Saga. Já, Ok. miðað við hvernig Þór spiluði í lokin á Dust 2. Já, ég skal alveg vera samlæðið þar. Þú veist, ég hallaðist einmitt að nákvæmlega í sama. En ég ætla að stikka við tilfinninguna að þeir luti mjög vel út í Anubis og Núka spilaði örlítið meira heldur en Dust 2 akkurat af íslenskum liðum. En þetta er svona hægt og rólega að sigla í annað Þór ránd. Já. Skulum ekki glemma því skildu Þórsarar mistiga sig hérna á móti sögu, þá er það eiginlega að gefa Dusty svona gjör svo vel hérna deildabyggja, gjör svo vel. Já, út af því að þetta er huge breyting og við getum eiginlega ekki tala nógu mikið um þetta. Þetta er miklu styttri deild. Já. Þú mætir hverju liði einu sinni. Spila 3 upp. Spilað best of 3. Jips. Og þú veist, ef að þú preppar ekki fyrir þannig leik, þá myndu ekki hitta þetta lið fyrir enn í úrslitakeppninni eða einhvern tímann aftur. Þannig að þetta setur líka svona mjög óskrifaða pressu á það að lið undirbúi sig mjög vel undir liðið sem er að fara að mæta. Jips. Þetta verður áhugavert. Ég allavega geri tilkall að liðsmunum Þórsæður núna að mæta á server eftir slækan Dust 2. Já, algjörlega. Ég er sammála því. Adi Áti hins vegar engin sjokker hér. Hann er með vappan í höndunum og veita fyrsta frækjum. Vappaskotið demur yfir geggjur grensa þarna. Ó já, þetta var ekki, þeir voru búin að kasta 2, ef ekki 3 grenum þannig í áttina að Adi Áti. Það var eitthvað búið að gera smá heimavinnu. Já, þarna var þetta voru 80 HP að grensa, en Vissart er bara einn síns liðs að ná sér tilbaka hérna. Já. Túki á hann á M4A1, Adi Áti að svo með klóð. Það hefði getað verið aðeins erfiðara. Vissart er 3. Heldur bara áfram. Það er bara haldið uppteknum hætti hérna. En Rafli ætlar að lappa ískur. Þetta timing! Tætt. Þetta er svo típist. Þessu lendi ég alltaf í. Alltaf. Já. Það er bara... Þetta er bara, ég er með vappa. Ég er að halda línu úti í núk. Búin að gera það í 43 sekúndur. Íti á Q. Búm. Gaur í línu. Það klikkar ekki. Takk fyrir skíðskuðir. Stundum finnst manna eins og það sé búið til einhvern handrið fyrir manna. Já, hún myndi ekki ná þessu frækki. Adi Áti finnur frækkið á Panda sérna og eins og glöggir taka eftir þá var fyrsta gunnaróndið þarna. Það opnum með 3 sem að Saga sigrar. Adi Áti heldur uppteknum hætti. Komið Tjúke núna. Vissart stendur þarna vel breiður í stál. Dóm á rappinum, það er einungis. Adi Áti Góð grensa. Rega. Já, frábær grensa þarna. Stífan að bæti í. Ég finnur frækja á Adi Áti og það er maður að kaupa en solo er bara rólegur í radio, ekkert að forsa þetta. Og í feldur hér af Tide 2-2 og Tide nær að halda vappanum fyrir Adi Áti. Þinn mann Adi Áti byrjar vel hérna í gunróndunum fyrir sögu. Ná fyrsta og ná íkóinu. Forsjunu eftir. Tekkur. Og það er Jútil á Píter. Hvað ætli þetta sé? Það er nefnilega smá svona Jútil. Það er kontaktinn eftir mollan. Það er fulla ferð, gerir ég ráð fyrir. Þessi grensa.
Hún er mjög góð. Dóm veit að ef eldan hérna einn maður komið niður á eftir honum og Dóm finnur samt frakkið að ADHD hjálpar honum örlítið 3 eftir 1 droppa niður. Dóm finnur bara hann líka hárið 2. Peter finnur 1 en er feldur leið. Tony þá 1 eftir með vappa. Aha, ok. Ætli ná honum með það? Já, það held ég. Nei, ná honum ekki. Ok, dýrt. Value. Ekki það sem við vildu, en það sem við þurftu. Já, Rafleið hins vegar búinn að kaupa sinn vappa inn í þetta ránd. En hver keypti P90? Ekki ég. Herðu, hvað? Herðu! Taktu þetta tilbaka. Pandas stendur eftir með 83 í líf. Maður er út mikið hættu, sko. Já. Hér solo og hæ lobbykrönsi, gamla góða. Já, einn kominn út gul, ekki alveg. Solo bakkar aftur inn, grensa þarna, Pandas 2 HP. Ætti meira, það er ekki verið hausaður. Já, kom mjög svo góðu punktur og það var solo og Dóm 2 eftir solo á gólfinu byggt fram að sætið. Pandas næstu búinn að kýtla hann í gegnum vegginn. Pandas veldur af solo, maður góð í bak, Hammer og solo finnur hann líka og allt í hennu Dóm. Það var bara raflega alveg, hvað gerðist í þessu rándi? Já, þetta var bara lobbykunnisi. Það var timing sem að Pandas missir hérna af frakkinu. Og í kjölfarið solo bara komin í bakið. Vá, hvað ég væri fúll akkurat núna. Já. 4 og 2, niður í 1-2. 3 frögg í röð upp í hendurnar á sögu í rauninni. Já, í rauninni sko. Þurfti bara að taka gikkinn. Já. Ég gef Pandas það að hann var 1 HP þarna inn í gula og það var bara normal. En restinn veit ekki með þetta. Nei. Ég vil að sjá Pandas bara arka út gula og rífrakið í kjölfarið frá Ískur. Já. Eitthvað þurft að gera. En leikmennir báðir þannig sé staðsettir fyrir inni. Og þannig reynir í plantu, allir Dóm reyni. Já, lokar á þessu hér. 4-2. Og ég skil ekki hvernig Saga vinna þetta ránd. Nei, og aftur ADHD með frían vappa með P90 í þessu rándi. Já. Sem var að líða. Já, ADHD skellir hlægjandi. Right about now með skinnið hans Rafleið í höndunum. Pikka upp vaffan, pikka upp vaffan. Takk þann. Það var P90. Sáum P90 virka fyrir Pandas í Anubis, en það er eitthvað annað upp á teininginum akkurat núna hjá Þór. Hermegin í núk, þetta er dýr. Arkaegningur Mollan, taka svo mikinn skafa en Dóm, góð grena en Pandas er bara komin hinum einn. Hérna er Tony að finna frakkið og heldur bara áfram niður í doppul en það er komin í sín. Hann komin í vendið Pandas, hann þarf að gera eitthvað stórt hérna í doppul. Verða að gera þetta saman, Dappi opnur hurðun réttum tíma, Pandas finnur frakkið á solo og hér er að bæti í Tony að hjálpa. 2-3 núna, Tæt og ADHD. Koma báðir í gennum doppul og vendin, Tony í doppul, Rafleið með diklurna aftan á sætinu, 2 flush, það næra að halda lífi, Pandas með Tæt og þar með ADHD 1 eftir með vappanum ekki sjensa að ná í þessu. Ó nei, og núna er Rafleið, herru kæli minn, Gemmer, vappa minn. Gemmer strax. 4-3, klaufalegt ránd. Já. Hjá Sögu. Já. Dóm fær rössið á sig aftur, nær að gera töluverðan skaða með jútunum sínu en einfallega nær bara ekki að skjóta frá sér. Frakkar leið og nægilega bara ekki líkjast, hann getur keypt eins mikið tíma og getur síðan kemur rótetið og það er lítið på teiningin þar. Já, heldur betur. Góð opnum á doppulsamt. Peter að finna Vizard. Það var mjög klaufalegt einhvern veginn í báðar áttir hana. Já, Dóm vil að smókin á rampinum. Tæti. Hann er í svo mikill í klemmu sko. Það er einum. Þá koma þér inn vippa líka út gula. Solo að finna Peter. Það var ADHD og Dóm 2 eftir
skemmtilegt inniteki genn viðbyggur hana og þetta gerir þetta eiginlega ómögulegt að halda upp í sætinu. ADHD í vend með vapp og að koma upp. Það galið. ADHD hlutir eru magnaðir. Þetta svo galið þessi smókur, þetta bara guðskjöf einhvern veginn fyrir ADHD. Kemst upp vendina. Veitur líka hann komin upp vendið en Dóm að finna frakkiðin og dabba og þá komaði báðir út og hérna raflega að finna Dóm. Það var bara ADHD einn eftir, veit hann hefði saman. Nei, alls ekki. 4-4. Og raflega heldur sínum vappa. Einu rándi lengur alltaf. Einu rándi lengur og í kjölfarið á þessum 2 rándum sem þið takir og þetta er það sem talar rosalega mikið í Counter-Strike. Ef þú strengir sama terránd og gerir þetta erfitt fyrir efnaginn og CT-unum þá áttu töluvert auðvitað leik. Sérstaklega ef þú nærð að pústa saman rándum eins og þessum. 2 diglur, 3 uspur og þetta ætti að vera 5. rándið hérna fyrir Þórsara. Heldur. Fyrir heyrði bara 2 dink allt í einu. Píper. Hvað? Raflega ekkert að vesnast þarna. Ekki tangs, ekki tík. Áfram raflega með prik. Já. Bara. Ekki. Ginguru. Það eitthvað. Tætt, Solo og Dóm. Solo og Dóm. 2 eftir á móti 5. 2 að læðast gula í mjör. Þetta var glæsilegt skot. En ég efast að þetta nægir til, Jón. Nei, það ólíklegt. Eða hvað? Þetta gæti verið hættulegt. Raflega, ok. Nei, hann fær bara að lappa inn gula. Dóm að missa af þetta var gjöf. Gullnu tímasetningunni. Fór hratt niður stigann allavega. Það gerir þetta aðeins erfiðara fyrir uspuna að finna frakki. Vissulega fór silent hratt niður stigann. Getur pikkað upp aðkáðana í gula hurðinni en þá hann spottaður held ég af Tony. Nei. Og hann spottaður núna af Tony. Raflega vona gula finnur frakkið 5-4. Skiptir í vappan og þetta eru 3 rándir röð sem að Raflega heldur vappa. Þetta svona með. Hvað erum við að segja að Saga þurfi mörg ránd í viðbót? Ég segi 2 í minnsta. Já, ég eiginlega að sammála. 6-6, 7-5 er mjög ákjósanlegt CT megin. En þú byrjaði svo vel. En þá kemur á móti að þeir geta rauninni bara unni pistol, herrmegin og þá er þið bara í mjög góðum málum. Já, algjörlega. Heyri í þessu. Píter. ADHD. Er Píter að fara að búa stundum svona framalega? Nei. Ekki með að við hvað er að gerast akkurat núna. Hann er ekki að pæla í þessu sko. Nei. Og Vissalt er í íþrótta að vera eitthvað smá böggandi. Gerir ég ráð fyrir það eitthvað. Nei, Píter feldur hér. Skemmtilegt, offenguleg. Raflega feldur líka Vissalt. Skemmtilegt play. Verðum að segja að þetta offenguleg er mjög skemmtilegt. Og Tony 1 HP. Og er að hitta tímasetningu gula hvað? Hérna er Dabbi og Tony að klóra tilbaka 3-3. Tony reynda með 1 HP, Dabbi með 43 í líf. Þetta er ennþá geranlegt, en það er smókur á rampinum. Kastaði dómunum? Veit það ekki. Bara ekki að fylgjast með akkurat á þau. Nei, ég held ekki. Ekki með að við litin á hann. Nei. En Tony ef hann nær að gera sér stóran með 2 frögg. Með 1 HP. Bara galið. Gefinn til verkefna. Ok, Vissalt finnur upp Pandas. Störblindur, það er einn maður í viðbót. Solo að finna bæði fröggin til að loka þessu 5-5. Staðfesta tölur og Raflega heldur ekki vappanum. Já, nýjustu fréttir. Vappavaktinn. Já. Engin vappi í spilinu heldur hjá ADHD. Höfum náttúrulega talað rosalega mikið um ADHD og svona Riffit versus vappi, þá myndi ég segja að hann sé töluvert betri vappi en Riffit. Já. Gerði sér stóran af það, syns vegar, með gott setup með Vissalt. Þá myndi ég Raflega með 50 HP eftir það. Smóka vekkur úti og það gæti verið að koma þess að neyri Secret eða hann ætlar að nýta smókana örlítið undir hana. Já. Framlendur smók, brjóta vendið og Tætt þarf að byrja að pæla í honum. Það er svo óþægilegt að díla við akkurat þetta.
stundum þarftu bara að kommitta einum leikmanni ofan í þetta. Já, sem ennþá verra. Já. Það rosalega vont. Það einn useless einstaklingur. Geggjuð grensa. Þetta var kjarnorkusprengja. Ætti aldrei að vera með núk. Já. Ok, Tony. Sólókurinn hjálpina finnur ekki neitt. Þá Dom einn eftir, en hann búinn að velja sér réttan stað, að gera sér grein fyrir að þetta rampspilari sem eftir. Leita á honum, finna frakkið, Dabbe gerir það og 6-5 staðan og peningurinn algjörlega í henglunum. Ó, já. En 7-5, það brekka fyrir Sögu. Pistol leikur. Pistol og second round. Já. En við höfum séð svo sem Sögu klóra sig úr verri hlutum, sko. Já. Við kennum það alveg. Já. 1 2 3 4 Býttu nú við. Þetta Visslöfinn frakki á rafleg, gerir þetta 4-4 en ná ekki að pikka upp byssurina. Nei. Sólókurinn sér aðeins eitthvað að hóta. Bandast festa og greinu einhvern veginn að bara svona eitthvað stemming í því. Jútileikurinn hjá þessum tveim liðum að vera hitt topp í þessum leik. Já, búin að gera góða hluti. Góður Molli, hann ætti að heyra í þessu teki. Tony gerir það og þá Vissard einn eftir. Digla, Armor, Flash, 1 frakk en ókærlegt fyrir töframannin. Já, 7-5 staðfesta tölur í hálfleik. Tony með 13 frögg. Hann, sko Tómi, ég ætla að gefa Tony 1. Hann búinn að gera ótrúlega mikið sem að hefur ekki farið mikið fyrir. Já. Hann búinn að vera mjög frakkár og að gera mjög mikið af hluti sem að hafa ekkert endilega verið að sjást eitthvað brjálæðislega mikið. Já. Hann er contender. Solid leikmaður. Í MVP, ef Þórsar að vinna, þá þetta contender. Sammála því. Sjá ekki gerist. Þetta ekki unnin leikur ennþá. Alls ekki. Og Peter heyrir í 7000 mönnum hlaupáti. Ok, Peter, þetta play. Fer á Kenny og reynir að finna einhverja sem að krossa ofan í hellið. Það reynum og gaður, 8 HP. Og, ok, viðsaldingar á móti. Byrjar að hörfa. Þetta þora ekki að krossa með þessa uspur. Þú smók allan tíman. Þetta einhverju versti smók sem ég séð á ævinni. Peter finnur solo einhvern veginn í genn, smók tæp, finnur Pandas. Tony finnur ADHD og þá það bara viðsald 1 eftir 4 líf með P250 og lítinn armor. Þetta kemur. Þeir áttu smók allan tíman, Jón. Það alveg galið, sko. Pistol og þetta leikur, sagði Tommi Sögu. Jón, þeir vita af leikmannunum, sko, í Kenny. Þeir geta smókað og bara hlaupið yfir, uppspurnin ekki fara að... Þetta Ef þú vilt koma þér hún í sigritið, já. Ég held að það ekki verið hundfatið, sko. Þetta hefði bara verið sving úti og fætað, sko. Og það fjall bara ekkert með glokkunum í þetta skiptið, sko. Það hefði ekki verið betri en Pandas komin. Pandas, hann móðir ykkar, svona gargað með 4. 3 HP leitar af Aceinu, 1 leikmann eftir að finna og það Dom og hann að hlaupa öskrandi. Þetta var glæsileg flétta hjá honum. Já, hann með 4 frögg. Ég á ekki til orð. Ég hefði verið til að heyra TeamSpeak á þessari segundu. Já. Ég móðir þín. Já. Ég gerði þetta. Ég gerði það á hringnum. Já. Þetta kúltúrin. Með svipuðu play á þessu. Já. Þetta svo skemmtileg. Þetta svo skemmtileg stemning þessi landstemning. Já, þetta mjög svo gaman. Pandas að hóta aðeins komin á rauða per plass. Hann finnur ekkert í þetta skipti. Solo tilbúin í. Við séum á tímasetningunni og þá raflega í smá vestunni því að
Peter autoshotgun, góður molli til að tefja og nú verða það bara að snúa við. Það maður klósu vippa. Gríðarlega góð molli en Smókin, hann ekkit það þægilegur, gæti svindlasættin í singulinni, efast það með þorið í. Rafli hins vegar. Sjá það. Rafli finnur frakkið næra bakka, ADHD hins vegar getur labbað inn kattið akkurát núna. Hvað er ADHD að gera? Hann að sita og bíða í rauninni bara eftir leikmönnunum sínum að róta þetta inn í lobbyið og ætlar að koma saman. ADHD. Þetta er rosalega tveginn. Þeir eru aldrei að búast til manni þarna Tony núna. Þeir eru ekki að vera að búast til Tony. Finnur einn. ADHD svarar. 2-2. Rafli og Peter hinum einn. Já, Peter með autosjokkun í. Og hann er spottaður. Hann er 100% spottaður. Þetta er ekki góð stað fyrir að vera í. Nei. Grípur degluna, nær ekki að pústanur saman, sér einn leikmann, gengur á skotin og þá tætt komið Rafle. Peter einn eftir, 7 hopp hjá honum, þetta er ógerlegt. Gerir samt smá skaðan og tætt. En 9 slags og Saga aðeins að klóra í bakka. Núna loksins, Vappi komin á ADHD. Mikið sett upp úr þessu swingflassi hérna á rauðagáminni á Pandas, nær ekki að pústanur saman og í kjölfarið þá koma Saga í frábærar stöður. Pandas með 5-7 í þetta skiptið á meðan að hinir allir á M4 með lítið jútil en 3 mollar, 2 smókar. Mjög mikilvægt rond sem að bara á stað núna. Þetta leita nær hann að komast niður, gerir mikið skaða eins og að Dabbi. Og vissi að Bláir eftir þetta er ekki góð byrjun rándinu. 4 komin niður, Peter komin niður, finnur einn og er rífrakaður leið. Erfið staða, Molly í ventið, rótið þar ekki komið gennum rampinn þá eða seint í gennum ventið. Secret, þeir eru margir búin að róta þetta niður. Pandas, þetta er mikilvægt frag Dabbi. Rosalega mikilvægt. Dabbi setur þá alla pressuna á tætt að þurfa að hoppa hérna út því að Dom gætu fórnað honum, gætu líka frist. Rafli getur tekið kontaktinn á meðan að Pandas er tilbúin í Pandas inn í smók. Eru þeir að búast við honum hér? Hann getur rifið upp hnífinn. Hann mun rífa upp hnífinn, Tommy. Gerir það ekki. Spammar aðeins úr það en getur fundið frakkið. Gerir það ekki eins og að tætt gjörsamlega með þetta hreinu. 7 HP, Tony komin í singulplant hér með við. Vappi dimma og þeir eru báðir 1 HP, Tommy. Gerir þetta svo vel en hann þarf að rílóta byssuna hérna, einn að spila. Æ, þetta var svo tæft. 5-7-inn átti að vera í áskrift þarna af frakki. Þetta er bara þvílík óhefni að Pandas finni ekkert þarna. Tætt bara alveg með þetta hreinu. 9-7 og Saga ætla að gefa okkur leik. Já, heldur betur. Uspur, Dikla og Dabbi. Alltaf keypt eitthvað á síðustu stundu. Alltaf. Púsla einhverju saman. Já, eitthvað aðeins. Verða að kaupa eitthvað aðeins. Það var á pening, sko. Eins og maður sjálfur 2009 hvers mánuðar, sko. Það var á pening hérna, það er ekki að kaupa eitthvað. Já. Hér tætt að leita úti. Vissar finna Tony Dabbi. Þetta þarf að vera eitthvað stjórnfenglegt. Við byrjum það vel. Eins og að koma með einn en síðan var það engin einn. Rafli eins og að koma með Dom líka. Þeir eru að treyta þetta út en þetta getur ekki verið að ná að púsla einhverju saman. Þetta er aldrei þessum AK-um bara. Þeir eru ekki heiðarlegan skaða hérna, Tommy. Pandas heitur. Já. Ok, feldur hér af ADHD. Peter með AK í hendinni. Nú er það slökkvita ekki á hann. Ætlaði hann að... Ekki með kit, það er eiginlega bara... Já. Sleppti að reyna. Það er sjálf svo oft, það býður eftir þessu. Já. Það er bara málið. Peter ætla bara að halda AK-num aftast á rampu. Mjög mikið vörð, sérstaklega í ljósi þess að
Hann geti jafnvel þurft að droppa inn í byssu til að hann geti skipt almennilega. Hann ekki bara vappa. Nei, þá getur við fyrir vappa. Nei. Þá ekki, á engin eitt. 9-8 og já, þetta er í vesen, Tómi. Þetta er meira svo orðið erfið ákvörðun að ákveða að kaupa. Já, þetta er það. 4-2 kaupið. Þetta verður mönnum að falli. Það er nefnilega málið. En þessa grensur og molli. Solo fallin. Akkurat. Verða sögumenn að standa í lappina á smókur fyrir vippa hér frá ADHD. Tappi komin í mjög ákjósanlega stöðu. Hljóta að rústa ADHD hann upp. Já, og hann er nákvæmlega að fara að kíkja á stöðu. Ó, já. Allt af. Já, það er nákvæmlega þannig. Algjörlega. Ég held að þessi ástæðan fyrir myndi aldrei fara í þessa stöðu á móti vappa. Nei. Bara pre-aimað. Það er bara svo leiðis. Tætt hins vegar á playið akkurat núna er að fara að hoppa upp í heaven. Rafli er búinn að klíra út lobbyið, þannig að þeir ætti að vera hræddir þetta. Hreinn í auds. Já, Tony með puttan á púlsinum, alveg tilbúinn í nákvæmlega þetta. Peter niður í eventi að... Þetta er mjög dreifð... Já, þetta er út allt vörnin. Já, og sóknin líka. Maður er eventi, maður er að fara back heaven, 2 í back heaven. Ég kemur eventið og síðan komur heaven og 2 heaven og 1 í výbyggingu og... Já, Tony þarf núna að taka stóra sínum þegar að mæta upp heaven. Tony. Þetta á ekki að gerast! Ef einhver Tony næla sér í 19. frakkið í þessu randi. Nokkuð auðveldlega ADHD 1 eftir lifandi 23 HP á honum og... 10 sekundur eftir á klukkunni þeir voru að spila öllu fyrir nákvæmlega þetta en blindur maður hefði getað lesið þetta. Já, þetta var orðið það delayed og engin pressa niður í það sem að Pandas var. Já, engin á rampinum, hann búinn að fara lobbyið. Peter niður í, Tony bara, ég þarf bara að gera það í brók hér. 3K, auðvelt. Já, nokkuð auðvelt. Þetta er það sem þessi stjörnuleikmenn geta gert og það er svo stórt. Ó, já. Bjarga algjörlega rondinu fyrir þig. Heldur betur. En eitt kaup sem að Saga eiga akkurat hér og það er eiginlega bara síðasta kaupið þeirra til að vinna þennan leik. Já, virðist vera. Solo feldur á Panda sem hann er dóm einnig. Tony. Þetta er rosalega tætt og ADHD núna 2 eftir lifandi. 11 eftir rondið nánast komið undir beltið en tætt og ADHD. Getum eiginlega ekki afskrifað á. Byrja vel. Selur sér dálítið hana, Peter hoppar að í burtu en kemst ekki. Pandas er ekki með mikið HP og strax hér stafan og þeir höluvert verið en hún var en Tony enn og aftur að beila það út. En það er vappi, degla, bomba á ADHD. Það er frakkinni hér á Panda, straujar þá niður rampinn, engin maður niðri hjá Þórsurum. Gæti verið að þeir ná að túsla henni eitthvað skemmtilegt hér. Eða hvað? ADHD hefði þurft að heita þessu skot til að gefa sér sjensin í ráti eða hvað? Þetta hefði verið lilla. Ja, blóðþrýstingurinn, púlsinn, þetta er allt í lagi hjá mér. Þetta er allt undir kontról. Hann gerði allt rétt nema hitta á fyrsta skotinu. Já. Ef ég hefði einhvern tímann ætlað að fá hjarta áfall. Já. Það var það þarna. Já. Þannig ég veit að þetta er í order hjá mér. 11-8. Pumpan er í lagi, 11-8. Þrýstingurinn góður, blóðþrýstingurinn. En þetta er ofið vesen fyrir sögur núna. Já. Kaupið sér tekkur. Jafnan kaupið. Já. Tippa á Overtime. Það er inn í keisla, Tómi. Það er inn í keisla. Tony að taka á móti þessu og hann er feldur í hliðina. Tappi í heaven nær einum, nær ekkert meira
Þetta í vesen, Pandas og Peter 2 eftir, báður upp í heaven. Þetta var grena. Já, engin bomba komin niður akkurat núna. Píkandi núna. Þetta að kasta hlutunum hérna, Pandas er risastór, nær 2 og þá bara 1 eftir og það er Dóm og hann er felldur líka, Pandas. 12. rándi komið í hús, Tommy. M4A4 var að vinna fyrir öll launinu sínum þarna. Og Pandas mjög svo sáttur. Tekur bakkáinn og heldur sig að vera áfram. Af hverju ekki? Af hverju ekki? Af því hann getur það. Já, hann er móðir okkar allra, hann Pandas. 12-8, jöfnun á kaupi, Vappi keyptur af ADHD, en mér fannst þetta tiltölulega auðvelt að ná þessu innræði með innræði. Já, sammála. Þessi smókur sem að lendir hana á milli stálugulu. Já, lörsmókuðu og held að hver fór niður? Rafli fór niður í vendi. Hver fór niður í vendi beint? Veit það ekki. Það voru ekki búast við. Og ADHD hefði svo rosalega mikið þetta skoti. Pandas er á eldi hérna. Búinn að finna ADHD, heldur sig bara áfram og er komin í bakloppi, finnur þar Dóm. Ég á ekki auka, það er maður bara, Það er 1:30 klukkunni og Pandas er í bakell í official. Ég elska þetta. Já. Þetta er mesta no respect play sem ég sé á æfum. Þetta er rosalegt. Hann hunsaði með þessa vappan sem hann í skópnum. En þar höfum við það, 13-8. Það er Rafle sem lokar þessu og staðan. Þetta var frábær viðreikn. Já, þetta er ástæðan fyrir þessi leikur var valinn. Byrjaði svona, við völdum vitlausa leik, Tommy. Og síðan svona, skila sínu. Já, saga, klikka ekki á þessu. Samt hins vegar, ef við förum örlítið yfir núngleikinn og bara yfir dálítið seríun og gerum hana örlítið upp áður en við kíkjum á dagskrá 5. Þarna getum við ekki neita því að mennirnir sem að voru í Dusty voru í lykilhlutverki hérna í kvöld. Og rétt rúmlega það sko, ef að Pandas og Rafle höfðu ekki verið að spila fyrir Þór, að fyrir núna gefum okkur allir hefði mögulega verið fyrir Rafle. Shit, ég veit ekki hvoru megin þessi leikur hefði fallið. On the spot, hvoru betri Vappi akkurat núna? Rafle eða? Alle. Eftir þessa leiki, Rafle. Ég hef bara ekki séð alla á Vappanum svo lengi og ef hann er að spila þá vil hann oftar en ekki spila riffil. Það er fínt að hafa samt þennan Vappa í vopnabrúnni til að challengea lið sem að eru með hennan dominant Vappa. Tökum bara sem dæmi Höttu, tökum sem dæmi aftur Sögu. Það sem þú þarft að hafa hana leikmann. Þannig að já, Rafle klálega leikmannin sem gerði gæfi munin. Erum við samt að gefa honum MVP í þessari seríu? Ég vil henda það á Tony. Okay. Ég er á Tony bátnum þessa dagana, bara akkurat núna með við þessa leiki sem ég sá spila og hann var að toga rosalega mikið í reipin á baku tjöldin. Einmitt. Ég skal respekta það. Já, þá er bara ekki að neinu að vanbúnaði en að kíkja á leiki 5. dagsins, eða leik 5. dagsins. Leik, já. Maður er ennþá að venjast þessu og hérna reyna að koma staði hvernig þetta púslast hérna saman. En já. Það er ekki Ármann? Herru, það er Ármann á móti IA sem við fáum að horfa á 5. daginn sem og 2 aðri leikir off-air sem að ég bara hreinlega manni ekki hverju. Já, við kíkjum á það. Já. Það er fínt að hafa grafík það. Já. Við reddum því fyrir næstu útsendingu. Ég hef engar ágjörð. Já, við reddum því fyrir næstu útsendingu. Já. En já, þar höfum við það skemmtileg viðurinn sem við horfum á hérna í kvöld. Þór sigra Sögu þar með komnir, já, ef ég held fyrir ofan Vega á stigatöflunni eftir þessa seríu. Já, getur verið. En við sjáumst aftur á 5. daginn klukkan nákvæmlega korter yfir 7. Takk fyrir okkur.